Jæja, komið þið sæl, Örn Arnarsson heiti ég, verið velkomin aftur á IA-TV, þökkum Birni, Þór og Ingimar og Alberti Hafsteinsinni fyrir þessa útsendingu frá Kára Vestra hérna í lokaumferð annar deildarinnar, leik lokið, Kári endar í, fjórða sæti, Vestri, óheppnir, afturhelding og Grótta fara upp í inkassodeild á ári, en við ætlum að ljúka þessum Super Saturday eins og við höfum kallað hann hér á Akranesvelli þar sem að IA tekur á móti Þrótti frá Reykjavík í lokaumferð innkassodeildar karla. Skagamenn sem vitað eru komnir upp í Pepsi-deild en þeir geta með sigri í dag og hagstæðum úrslitum í Hafnarfirði þar sem að Haukar taka á móti HK og geta þeir náð deildarmeistaratitlinum hérna í blálokin á tímabilinu. En það ekkert sem að kemur í veg fyrir að þeir fari upp. Þannig að þetta hátíð hérna í dag á Skaganum í blíðskaparveðri. Örn Arnarsson heiti ég og með mér hérna eftir verður Björn Þór Björnsson sem að var í þessari lýsingu áðan. Og Ingimar Elvar kemur á myndavélina líka. En IA Þróttur. Þetta hafa alltaf verið, á undanförnum árum erfiðir leikir fyrir Skagamenn. Það orðið 4 ár síðan að IA sigraði Þrótt í deildarleik. Það var 2014 síðast. Þróttur sigraði báða leiki liðana í síðast þegar liðin voru saman í Pepsi-deildinni. Og líku fyrst saman 1971 en þá sigraði IA 8-0 en eins og við sjáum hérna á þessari mynd að þá hafa Skagamenn í sögulegu samhengi haft töluverða yfirburði engu að síður þrátt fyrir svona daburt gengi í þessum innbyrðisviðureignum í undanfarin ár. En Björn Þór Björnsson mættur hérna til mín. Já, svolítið blessaður. Þetta var dramatík í höllinni, Það var heldur betur dramatík Vestri í inkassosæti þegar kortur var eftir en því miður þeirra megna þá gekk það ekki upp Já, og því miður fyrir hött líka, mína menn, Austfirðingar, þeir dæmast niður deild. Þeir falla niður? Þeir falla niður ásamt Huginn. Í öllum æsingnum áttaði mig ekki á því. Nei. Ég hélt að leiknum var að fara niður. Já, það eru erfiðustu tíðindin fyrir mig persónulega. Já. Víst að Kári átti ekki séns að fara upp. Nei, þessi leikur skipti Káramenn svo sem ekki miklu máli. Það skipti aðalega Vestramenn máli en mættu þeir vel í höllina og létu vel í sér heyra. Gerðu það. Það var ánægjulegt. Já, og við hérna, svo sem það nú bara, þú hafði nú ekki mikinn tíma til þess að svona ljúka útsendinguna á hann en Káramenn mega vera mjög stoltir að þessu sumri hjá í sumar. Já, klárt mál. Þetta búið að vera frábært sumar hjá Kára og eins og bara öllum liðum hérna á Skaganum. Það búið fárlega gaman að vera Skagamaður og fótbolta áhuga maður á þessu tímabili. Já, og það ekki að klárast í dag. Annar flokkur, A-lið urðu Íslandsmeistarar á 5. B-lið eru komnir í úrslitakeppni og það ræðist á annarkvort 3. eða 1. hvort að þeir eiga möguleika á Íslandsmeistaratitli í B-lið eða í öðrum flokki. Þannig að elstu flokkarnir hérna á Skaganum eru búin að vera frábærir í sumar. Kvennalið í mikilli framför. Og gera væntanlega allega Pepsi-deildarsæti á næsta ári. Já, ég myndi að halda það. Og uppbyggingin mun að vera þannig þar. Og búið að endurnýja samningin við Helenu og Anitu til 1 árs. Mikil fagnaðarefni fyrir Skagamenn. Já. Þetta búið að vera svakalega skemmtilegt og eins og þú segir, Kári getur verið mjög stoltur af sínu starfi og síðan náttúrulega Skallagrímur hitt vennslalið okkar komið upp í 3. deild. Það er bara búið að vera eina sem leiðilegt að maður er að bleiku skíi núna einhvern tímann eftir aðeins að fara að halla undan líklega. Og hérna svo sem vekja athygli á því líka að stór partur af þessu Skallagrímsliði var annarsflokks leikmenn hjá
Ía. Já, það var mikið til bjölis strákarnir þar, já. Og ég ætla líka nota tækifæri út eins og segir, ég náðu ekki að klára útsendinguna áðan, að ég ætla líka að þakka Alberti Hafsteinsyni fyrir að aðstofa mig við að lýsa leiknum, en hann er í banni hér í dag vegna, í raun og veru vegna Kára, hann fekk gult spjald í þeim eina leik sem hann spilaði með Kára. Þannig að hann spilar ekki í dag, en hann hjálpaði mig með útsendinguna áðan og það var skemmtilegt. En liðin er að ganga til vallar og kannski orðið tímabært að við förum yfir byrjunliðin. Árni Snær Ólafsson er í markinu á Skagamönnum, númer 12. Númer 2 er Hörður Ingi Gunnarsson, númer 4 Arnór Snær Guðmundsson, númer 5 Einar Logi Einarsson, númer 7 Þórður Þorsteinn Þórðarsson, númer 8 Hallur Flósason, númer 9 Garðar Bergmann Gunnlaugsson, númer 14 Ólafur Valur Valdimarsson, númer 16 Viktor Helgi Benediktsson, númer 18 Stefán Teitur Þórðarsson og númer 22 Steinar Þorsteinsson. Á bekknum hjá Skagamönnum í dag Ragnar Leósson, númer 10, númer 13 Oliver Stefánsson í fyrsta sinn, númer 15 Hafþór Pétursson, númer 19 Bjarki Steinn Bjarkason, númer 25 bráðinni Ísak Bergmann Jóhannesson. Og ég hef ákveðnar heimildir fyrir því að hann muni fá mínútur hér í dag. Ég hef veist það sama. Já, og númer 27 er Páll Sindri Einarsson og varamarkmaður númer 1 Skarphéðinn Magnússon. Ísak Bergmann mun þar að leiðandi slá met Sigurður Jónsson að yngsta leikmann sem spilað hefur fyrir meistaraflokk ég held í deildarleik. Hann er náttúrulega bara yngravar í þriðaflokki, hann er 15 ára gamall. Og þess má geta að þeir félagar hann og Oliver skils mér sé að fara til Norð-Sjelland bara á morgun. Já, hlaut að vera. Til reynslu. Og þeir vilja gefa þeim mögulega meistaraflokksleik áður en að þeir fara út. Já, ég var líka veltaði fyrir mig, ég skildi ekki af hverju Ísak var ekki úrtakshóp yfir 17 landsliðsins, ég var veltaði fyrir mig daginn, en það er vantarlega skýringin, hann er að fara út í Danmörku á reynslu, það hlaut að vera. En lið Þróttara í dag, númer 1 Arnar Darri Pétursson, númer 4 Hreinn Ingi Örnólfsson, númer 7 Daði Bergsson, númer 9 Viktor Jónsson, 11 Emil Atlason, númer 13 Birkir Þór Guðmundsson, númer 14 Teitur Magnússon, númer 17 Jasper van der Heiden, númer 20 Logi Tómasson, númer 21 Baldur Hannes Stefánsson og númer 22 Rafn Andri Haraldsson. Á bekknum Stefán Þórður Stefánsson, Aron Þórður Albertsson, Óskar Jónsson, Páll Olgeir Þorsteinsson, Adrian Beregord Valencia og Sveinn Óli Guðnason. Það er náttúrulega ekki að taka fram þjálfari Skagamann Jóhannes Karl Guðjónsson, en þjálfari Þróttara, Skagamaðurinn Gunnlaugur Jónsson, bjóðum hann velkominn. Já, og við fögnum því að hann sé komið hérna, en það held ég byrja allir hlýjan hug til Gulla hér á Skaganum. Þeir gera það, bæði farsæll leikmaður og síðan þjálfari. Ég vil líka taka fram að einn af aðstoðarþjálfurum hérna Þróttar er strákur sem var með mér nú í bekk. Já. Donni, hann er í þjálfarateyminu, hérna er sem sagt frændi Konna og Ronna og Donna og þeirra. Já. Hann Donni er einn af þjálfarateyminu hjá Þrótti. Skagamaður. Má kannski, við ættum að fara kannski yfir það er búið að ljúka 4 leikjum í þessari lokaumferð. Þessir 2 leikir, Haukar, HK og IA Þróttur færðir sennilega vegna Káraleiksins sem var hérna áðan. Já, ég gef mig það. En fyrir í dag þá sigruðu Víkingur Ólafsvík Fram á útivelli 2-1, Njarðvík sigraði heima gegn lánlausum Selfyssingum 2-1. Magni, stóra fréttin, Magni sem er búin að vera langneðstir í innkassodeildinni Magni að sumrinu bjargar sér frá falli með útisigri gegn ÍR-ingum sem að falla niður deild. Þetta er mikið ævintýri. Þetta er ekki 150 manna bæjarfélagi eða eitthvað? Já, þetta er hreint útsagt ótrúlegt og þetta minnir, þetta er kannski ekki alveg jafn dramatíst og leiknismenn þegar björguðu sér um árið. Ekkert íslensku knattspyrnu sögunni held ég toppað þá dramatík. Já, og Þórsarar gerðu síðan áttu góðan heimasigur 3-1 gegn Leikni frá Reykjavík, en þessi leikur kominn af stað og Skagamenn með, nánast sitt sterkasta lið, náttúrulega Albert Hafsteinsson eins og sagðir í leikbanni. Já, og Arnar Már er búinn að vera kljást við meiðsli, þannig að hann er heldur ekki með í dag. Já, inn í liði koma Þórður Þorsteinn Þórðarsson, hérna Garðar Bergmann og Viktor. Hérna það, líka Jeppi, gott ef hann er ekki, hann er bara hann er ekki á skýrslu. Nei, en hann náttúrulega tjáði sig fyrir í vikunni það að hann einhvern veginn, það var nú ekki hægt að lesa annað úr því en að hann vildi bara hverfa aftur til Danmerkur, var komið bara kannski nóg, er búinn að metta það sem hann þurfti að metta hér. Á Íslandi. Já, akkurat. Hann er búinn að vera mjög iðinn við að skora, bæði með Keflvíkingum í fyrra, hann spilaði með Stjörnunni og KR og
góður leikmaður og búinn að, hann kom einhver 6 mörk í 9 leikjum með eitthvað áleika af Skaganum, ég man ekki hvernig þetta Já, Stefán Teitur Þórðarsson marka hæstur í sumar með 10 mörk í innkassadeildinni en það eru 4 leikmenn IA sem að hafa leikið alla eða tekið þátt í öllum leikjum IA í innkassadeildinni í sumar. Það eru markmaður Árni Snær, Arnór Snær varnarmaður og síðan Stefán Teitur Þórðarsson og Steinar Þorsteinsson, en hér eru Þróttarar að ógna en Skagamenn bæja hættunni frá. Hér Já, talaður að hérna Stefán Teitur með 10 mörk fyrir Skagan, markaðastur á Skagamönnum, það kannski dreift svolítið markaskorunin. Hún hefur gert það. En framherji Þróttar hins vegar svo lang afkastamesti í deildinni í sumar og það mun enginn á honum. Viktor Jónsson minna ég. Viktor Jónsson á númer 9. Já, hann búinn að eiga hreint og svett frábært tímabil. En Kalt mat, Björn Þór, erum við að horfa á síðasta leik Garðars Bergmanns Gunnlaugssonar í gulu treyjunni? Nei, ég vona ekki. Ég vona innilega að Garðar verði með okkur að næsta ári í Pepsi-deildinni. Ég held að vonum að sjálfsögðu þá að hann nái því að komast í það stand sem að hann hefur þegar hann hefur verið bestur. Það hefur hann verið í góðu formi og lausu meiðsl. Það hárrétt en það alveg rétt hjá þér, við getum alveg verið að horfa á hans síðasta leik fyrir Skagan hérna. Hann náttúrulega búinn að vera mjög tæpur undanfarin ár á meiðslum og svona, hann hefur ekkert alltaf náð heilum tímabilum. Hann náði heilu tímabili árið 2016 hins vegar þegar hann yrti marka gullskóinn í Pepsi-deildinni. Hann var ljósi punkturinn í Skagaliðinu það sumar. Já, svo frammistaðans það sumar bara einhver magnaðasta frammistaða sem ég hef séð hjá leikmanni IA á einu tímabili. Hann bara skoraði það sem hann stóð sko. Já, eftirminnilegt markið sem hann skoraði í Vesturbænum á móti KR, og það var sem sneri gengi skaðaleysis við það árið. Já. En Þróttarar eru hérna svona mæta ákveðni til leiks. Nú spurning hversu mikið Skagamenn vilja vinna deildina. Þessi leikur búin að ná í rauninni sjálfsagt markmiði nummer 1 að vinna sér sæti í Pepsi-deildinni. Jókali hefur nú tíðrætt það að hann vilji samt ekki bara komast upp, hann vilji vinna deildina. Já. Og þessi leikur náttúrulega snýst það. Það er í raun og veru eina sem við verðum að keppa upp á hér í dag. Það er þessi titill. Þróttarar hafa í raun og veru ekki upp á neitt að keppa sko, og Skagamenn það er eina sem. En bak við eyrað á mönnum held ég að hljóti nú að vera að HK er að spila útivelli gegn Haugum sem að með fullri virðingu hafa ekki heillað mig í sumar. En þeir hafa samt aðeins lifnað við undanfarna vikur. Já, en það er aldrei að vita. Það var dramatík í annarri deildinni og hérna eru Skagamenn, nei. Þannig að verjast þessu fimmlega. Birkir þó kemur tilbaka á Arnar Darra. Arnar losar þetta fram á við. Óli Valur spila hérna inn á miðunni. Þróttarar koma hérna upp vinstra megin. Hallur til varnar og upp að endamörkum og fyrir gjöf, en hún er oföst og aftur fyrir. Þetta er svona sennilega eða mögulega lokahnykkurinn í fótbolta dagskrá ársins hjá okkur sem er búið að vera viðburðaríkt. Já, hún hefur búið að vera það. Og stór skemmtilegt, en eins og það er mögulegt hins vegar eins og við sögðum áðan að B-liðið í öðrum flokki gæti spila til úrslita á föstudaginn og þá munum við, það reyndar staðsetningu leiksins. Já. Ef að þeir komast í hann að þá heitum við því að við munum gera okkar allra besta í það minnsta að sína þann leik. Það er, held ég, þetta eru verðmætar minningar sem að festar voru á filmu síðastliðinn 50 fyrir þessa ungu menn sem að léku þann leik. Það sem að IA sigraði Fylki 7-0 til að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn í öðrum flokki í fyrsta sinn í töluvert langan tíma. 13 ár.
Hér kemur Steinar Þorsteinsson, hann kominn inn í gegn og hann nær ekki kraft í skotið. Já. Og Arnar Darri ekki í vandræðum með að verja þetta. Nei, þetta var vel gert hjá Steinar þarna fram að þegar kom á skotinu. Já, það hefur vantað mörk hjá honum. Já, undanfarið. Eins og hann byrjaði vel. Byrjaði mjög sterkt. Skoraði 5 mörk í maí sennilega ef ég mann rétt, en ekki síðan. Nei, ekki söguna meir sko. Nei. Ágætlega mætt á völlin hérna en það veður blíðan með eindæmum. Svolítið naburt samt. Já. Við munum fylgjast grannt með gangi mála á Ásvöllunum og uppfæra segja ykkur stöðuna þegar eitthvað er að gerast þar. En 21 mark hérna í fyrstu deild hjá Viktor Jónssoni frammeiri að Þróttar. Þetta er allan að, ég hef ekkert kannað en þetta hlýtur að vera einhver nálægt einhverju meti sko. Já, þetta er mark í leik. Já, þetta er rúmt, ég held að sem hún spila 20 leiki sko. Já. Þannig að ég er ekki alveg klárað að hann geti verið þessu 21 en já, það er annarkur mark í leiki eða rétt rúmlega mark í leik. Og sko, árangur hans með Þrótti er bara... Ólafur með sendingunni inn á hörð en hann er dæmdur rangstæður. Óli aðeins svo lengi að aðtapna sig hérna fyrir þessa sendingu. Já. Hann er uppalinn víkingur hann Viktor en sko hann kom á láni hjá til þeirra held í 2015 og síðan spilaði hann síðasta tímabil og þetta tímabil í deildakeppni hann er búinn að spila 60 leiki í deild með þeim og búinn að skora 54 mörk. Ég man ekki eftir öðru eins rekordi bara ótrúlega tölur. En hann hins vegar náði sér aldrei almennilega að strikja víkingi í markaskorun. En hann er náttúrulega örugglega á leiðinni í Pepsi-deildina og KR var að sýna áhuga á honum mitt sumar. Já. Þannig að hann á örugglega eftir að enda á einhvers staðar í Pepsi-deildinni ári. Já, það verður mjög fróðlegt að sjá hérna hvernig Skagamenn haga sér á leikmannamarkanum núna í vetur. Já. Til að undirbúa sig fyrir Pepsi-deildina. Það má alveg gera því skóna að það þurfa að styrkja liðið eitthvað. Jú, það er náttúrulega töluverður munur á Inkasso-deildinni og Pepsi-deildinni, þannig að það þarf einhverju styrkingu líklega. Já, sjálfur er ég mjög fylgjandi því að menn haldi samt kjarnanum í þessa svona grunnhugmynd sem er að reyna eftir megni að byggja á heimamönnum. Já, ég held að vera ekkert horfið frá henni. Nei, en núna mögulega til einhverju peningar. Já, rússa gullið. Já, rússa gullið til þess að finna sér leikmenn, hvort sem er innanlands eða erlendis. En svona ákveðið jafnræði í þessum leik hingað til. Þróttar að leika sína milli Teitur Hreinn með langan bolta hérna inn fyrir vinstra megin. Þetta er flott sending og Þórður Þorsteinn setur boltan í horn. Það var smekklega gert. Einar, Arnór! Ekki pressa boltanum! Droppum þá! Og það er Rafn Andri Haraldsson sem að tekur þessa hornspyrnu. Vindurinn aðeins með þeim Þrótturum og hann snýr þetta hérna inn á fjarstöngina og þetta er skalli vel framhjá. Markbyrna. Átni fljótur Emil Atlason kom að þessu í leik en það var ekkert svo sniðut. Nei, þetta var lesið af Loga. Jasper hann leggur á stað, Hörður kemur honum út fyrir. Hérna pappas Jaspers, hann var belgískur landsliðsmaður. Það er ekkert annað. Var í HM-hópnum 94. Já. Þannig að með fullri virðingu fyrir Þrótti að það hefði ekki alveg farið, kannski hann hefði ekki alveg náð í sömu hæðum og fæðurinn, nei. Oft gerist það. En hér er hann með fyrirgjöfina. Emil Atlason ítir hann aðeins frá sér. Birkir á Rapp fær hann aftur. Slök sendingi á honum. Hörður með slaka sendingu líka.
Það oft þannig að synirnir verður kannski ekki alveg jafn góðir, en samt finnst mér að það oft lögmálið samt hérna á Skaganum. Það oft bara kynslu eftir kynslu. Já, svo kemur það nú fyrir að menn verða föðubetrungar. Já. Dugi kannski að nefna Eið Smára Guðjónsson. Jú. Ekki það, Arnór var nú ansið ungur. En fyrirtæmt aukaspyrna, Árni Snær, alltaf tilbúinn að taka þetta snöggt ef að hvort sem að möguleiki fyrir hendi eða ekki. Og það er náttúrulega vopn sem við höfum og það er löppin á honum. Ég sagði það í útsendingu hérna einhvern tíma daginn að það er ekki mörg lið sem eiga markmann sem er lykilmaður í sóknarleik liðsins. Nei, það er alveg hárið. Hann snertir boltan mjög oft, í nánast mjög stór örgulega meiri hluta sókn. Þetta er vel gert hjá Garðari að koma boltan. Sem að hýjaði með boltan. Já, það er rétt hjá þér. Ólafur ná að verjast þessu Þróttararnir. Þróttarar eru í rauninni pikkfastir í 5. sætinu í deildinni. Hafa ekki möguleika á að hækka sig og nei, þeir eru svona frekar langt frá þeir eru töluvert frá 4. sæti og töluvert frá 7. líka, þannig að þeir eru hérna. Ef við ekkert að tala lignans sjó í hérna. Þetta er sennilega lignasti sjór sem að bara hefur fundist í íslenskum fótbolta, en hér er Steinar á Óla, hann var lausa sending út á Hörð, það er lagi munar rosalega Hörð sóknarlega fyrir íaliðið. Og líklega kaup ársins hjá okkur. Ég held það. Ég held að hann er sá leikmaður sem hefur komið inn í hópinn sem hefur reynst okkur best. Já. Þetta tímabil, nýr leikmaður. Einar á Steinar, hann á Óla Val, vel spilað hérna. Steinar fær pláss til að hlaupa. Hann ræðist hérna á Garðar aftur, reynir að finna Steinar aftur, tekst ekki. Geta að spila hérna hjá Þrótturum, svo kemur sending upp í horni fyrir Jaspera Elda, mikil barátta milli hans og Harðar og Hörður hefur betur. Það hörðu með yngast hérna upp við hotfánaðan, finnur Garðar á kassan, lengir hann upp í hotni en Þróttarar koma þessu í áttina tegnum. Kemur langur bolti inn á í áttina Emil Atlasinni en hann er dæmdur rangstæður. Emil Atlason heill með betri leikmönnum deildarinnar, svona Atla Eðvaldssonar. Spilaði stórt hlutverk þegar KR var Íslandsmeistari 2013 og er óhefnasti leikmaður Innkastdeildarinnar. Eftir að bæði 2016, hann mittist hann í 3. umferð, fótbrotnaði, árið seinna crossbandi fór eftir 3 umferðir. Þannig að hann er bara búinn að vera í 2 ár bara meira minna off, sem er mjög leiðilegt fyrir Þróttara og hann sjálfan út að eins og segja, hann er með betri leikmennu deildarinnar ef hann væri heill. Já. Sem fyrr hafsjóra fróðleik Björn Þórbjörnsson. Og bara hrifin Atla Eðvaldssyni og börnunum hans. Já. Sif Atladóttir er alltaf eina af bestu knattspyrnukonum Íslands undanfarin ár. Hérna missa Þróttarar boltan út af og en svona búið að vera jafnræði en Skagaliðið hefur fengið betra færi. Já, náttúrulega besta færi leiksins, líklega færið hans Steinars hérna áðan. Já. Og náttúrulega var hann hálfpartinn sloppinn einn í gegn. Já, var það bara. Já. Hann fær Halluboltan tilbaka á Árni fram á við í áttina Stefáni Teit, hann stokkið á baki á honum. Það er oft sem að svona stóri sóknarmenn fá ekki mikið fyrir sinn snúð. Viktor með fína tæklingu hérna og Hörður finnur Óla Val, Óli leggur á stað,
Finnur Garðar, hann leggur hann út á Viktor síðan upp í vinstra hornið á Stefán kemur inn á völlin og hleður í skot í hliðanetti vinstra megin. Flott skot og flott sók. Já. Mér Stefán mitt líka að hafa vaxið sem leikmaður á þessu tímabili. Já. Veist hann hafa verið svona, já, öflugri þegar líður á. Já, það er alveg rétt. Það er nú bara þannig að þegar menn fá mínútur það er þá sem að menn þroskast sem leikmenn þegar þeir eru inn á vellinum. Já, stundu þurfa að vera trösti. Það kom alveg svolítið tímabila sem hann skoraði til dæmis ekkert. Síðan datt það bara inn. Steinar Baldur til varnar en Steinar kemst í fyrirgjáfstöðu. Það er inn á fjárstöngin á Stefán Teit sem er inn á skallan til Garðars. Nær því ekki. Ólafur Valur tekur hann með sér til hægri. Það er Hallur á Þórð Þorstein en Logi verst þessu vel. Ég er alltaf mjög spenntur að sjá þegar nýju leikmennir að fara að koma, eins og þú segir, að við búumst við að Ísak komi inn á í seinni hálfleik. Ég er bara eiginlega í skinninu að fá að sjá unga leikmenn reyna sig sem er að koma upp hjá Skaganum, reyna sig svona í alvöru bolta. Já. Það var bara flottum. Nei, heyrðu. Nei, ég held að Garðar var hann í boltanum. Já, Arnar var á undan honum hann og Einarlaugi skallar þetta svo frá. Kemur langur bolti hérna, þetta er bara beint á kollin á Arnóri sem að skalla tilbaka á Árna. Og róa er þetta. Arnór Snær opinberaði það á Facebook, ég veit ekki hvort það var í dag eða í gær, að hann er að verða pappi. Nú. Og skum honum innilega til hamingju með það. Já, við gerum það svo sannanlega. Já. Hallur með langan bolta hérna á Steinar, flott sending, Steinar tekur hann vel niður. Hann ræðst hérna 1 á 1 og er komin inn fyrir og það skotið frábæla varið hjá Arnari. Þarna gerði Steinar allt rétt. Já, allt hár rétt. En Arnar stóð og beið og slæðir hann hérna yfir í hotspinnu. Þarna hefði verið fínt. Ég væri til að sjá Steinar skora hérna í þessum loka leik. Já, sem hann áskilið. Skoraði nú, var lengi vel eini maður sem að skoraði hérna í upphafi tímabils. Í 1-0 sigrum, þar sem hann var að skora í upphafi tímabils. Og þau mörg svo sannlega töldu þegar upp á staði. Það er Ólafur Valur með hotspinnuna, snýr hann inn að markinu en aftur fyrir markið. Já, þetta var ekki gott. Það missar ekki hann eitthvað vindinn held ég. Þá spila Þróttarar út úr þessu. Baldur tilbaka á Arnar og hann með slaka spyrnu. Viktor hirðir þetta upp. Finnur Steinar á Garðar, nær hann að snúa, pressað á hann og slök sending síðan á Þórð. Garðar fær engan tíma þarna. Garðar með fullt sjálfstöðust þegar hann bara snúið sér við og klippt hann bara í annari snertingu. En Þróttar að leysa þetta ágætlega, koma hérna upp vinstra megin en Skagamenn snöggið tilbaka. Þetta er erfitt og Árni kastar hérna fram á Þórð Þorstein. Þórður á Viktor, aftur á Þórð. Herði, þetta er stór hættulegt og Jasper, en Árni verð þetta, hann er heppinn. Því hvort hann varði þetta með fætinum og í gegnum klofið. Rökk upp boltinn aftur. En þarna voru skyndilega komin í mjög ágjörsonlegt færi. Já, staðan ennþá 0-0 á Ásvöllum. Þá þurfum við Skagamenn bara að fá mark hérna til þess að tilla okkur í bílstjórasætið. Þannig að Hákáingar fái þær upplýsingar. Já, aðeins að hristi upp við. Sammála því, en Þróttarar hérna að ógna. Hotspinnan háinn á fjárstöngina en Árni ekki neinum vandræðum með þetta.
kastar hérna út á Hallur fram á Stefán snýr, það nú brotið á honum hér nokkuð harkalega. Já, þeir sem að horfðu á útsendinguna á 5. sáu talandi Ísak Bergmann, þar skoraði hann 2 mörk og hefði hæglega, átt að skora 3. Já, og hann náttúrulega klúraði viti. Já. Þannig að hann hefði náttúrulega gulltryggið 3. En hann átti glæsilegan leik. En mér skildist það í dag að við erum að tala strák sem yngra ári í 3. flokki, en hann var búinn að spila allar mínútur í öðrum flokki þangað til hann var tekinn út af í leiknum á 5. Getur svo það, hann er líkir leikmann í liðinu. Já, og þetta er svona eins og maður segir sjaldgæft að heyra svona sögur, þannig að það er eitthvað einstakt. Já, þetta er líka leikmaður sem hefur búin að heyra bara í frekar mörg ár. Já. Bara, þetta er svona einn af þeim, þetta er svona eins og með Arnórs Sigurðsson, sko, að maður hefur búin að heyra hann alveg heil lengi. Já. Og hann náði einmitt að spila með meistaraflokki áður en að hann fór út. Já, nokkra leiki með meistaraflokki. Það á nú að vera ákveðið prinsip ef að menn er að fara í atvinnumennsku síðan og búin að fá einhverja mínútur með meistaraflokki. Smjörþefinn. Ætli menn hækki ekki í verði við það? Það verður með það á svona rekordinu. Já, það er góð spurningu. Þannig að maður geta leikið sér aðeins með verðmiðan eftir á. En hér koma Skagamenn, Óli á Steinar, aftur á Óla. Hörður er hérna hlaupin upp í vinstra hornið. Fær síðan sendinguna, tekur hann á kassan, vel gert hjá Herði fyrir markið, en hann fer alla leið í gegn. Viktor tekur frákastið, skallar hann inn á teginn, það er Garðar og það er Steinar, og Steinar að gera þetta frábælega, en beint á Arnar í markinu. Aftur er það Arnar sem stoppar Steinar. Steinar var búinn að skora marki í þessum leik. Já. Hann er búinn að vera stórhættulegur, en það bara vantar þetta loka hnykkinn. Loka hnykkinn segi ég. Þannig að skauta hann bara beint í belginn á Arnari. Hann gerði allt annað frábælega. Ólafur, hérna, hann nánast búinn að vinna boltana Birki, en hann heldur honum. Fær hann svo aftur. Hrafn. Út á Hrein. Hann á Baldur. Og Hrafn fær hann aftur hérna. Þá kemur Viktor með fyrirgjöfina. Skagamenn á að verjast þessu, finna Garðar í erfiðri stöðu. Það er dómarinn Batti. Einarlógi sterkur hérna, skallar þetta frá. Og Hallur finnur Stefán, hann á bróður sinn Þórð. Stefán vinnur boltan aftur, vel gert hjá honum, vantar hann aðstoð, fær hann hjá Halli. Hallur líka búinn að, eftir að hann kemur inn eftir sín meiðsli, þá var hann búinn að vera virkilega góður í þessari hægri bakara stöðu. Í raun og veru bara skemmtilega hvað hann er búinn að ná að spila mikið, það var hann bara útlit fyrir að hann myndi ekki spila neitt í sumar. Já. Hann er nánast búinn að spila allar mínútur síðan hann kom tilbaka. Já. Það kemur langur bolt á Hörð, frábærlega gert. Hann reyndi hann að finna Steinar, tókst ekki, vel gert hjá Herði. Óli á Hörð. Erfið sending tilbaka á Óla, en Óli næra að halda sér inn á. Ekki dæmt. Þórður kemur með sendingu hérna á Garðar. Garðar með baki í markið, leggur hann tilbaka á Viktor, á Óli og Steinar á Hörð. Nær hann þessu, hann gerir það först fyrirgjöf yfir Stefán og þeir skalla frá. Óli Valur nær ekki valdaboltanum. Það er lifnar yfir stúkunni. Þórður finnur Garðar, hann leggur hann. Garðar er svo sterkur annað frammi, hann getur haldið varnarmönnum alveg svolítið frá sér og skila boltanum víða. Koma Þróttarar.
Finn í áttaðan Viktori en Átni grípur inn í. Viktor fær hérna að koma með boltan. Finnur Hörð. Steinar. Garðar. Er bara í góðri gæslu hérna hjá Reyni Inga. Stefán Teitur nær að halda þessu inn á. Nei, hann gerir það ekki. Já, Reitningi fylgir Garðari eins og skugginn. Hann er alltaf andandón í hálsmáli á honum þegar Garðar kemur nálægt boltanum. Viktor á Garðar, nei þeir ná að stoppa þetta. Rapp gerir það. Logi. Hann finnur Birki Þór. Kannar aðstæður. Og aftur úti vinstri. Hvað er nú? Ég veit ekki alveg hvað erum að vera. Nei, það var bara dómarinn að stöðva leikinn út af, einhverju. Kannski bara því hann gat það. Já, það er náttúrulega akkurat máli. Sýna vald sitt. Já, dómarar hafa nú verið svolítið í fréttum undanfarið. Já, KSÍ meira. Já, KSÍ einmitt, kannski tökum ekkert þátt í svona leiðindum. Við? Já, ég er búinn að gera það í dag. Já, ég gerði það áðan. Já, þá skulum við bara láta það duga. En kemur flott sending, en ég tjáði mér nú samt ekkert mikið um máli, en ég ekki. Nei. En þetta hafði þó engin áhrif á það að Völsungar kæmust upp deild. Allir þessi farsi. Nei, það er alveg rétt. Svo má deilum það hvort að það er jákvæmt en neikvæmt. En Skagamenn hérna að reyna að byggja upp sókn. Hallur kemur inn á völlinn, finnur Stefán Teit í teiknum. Plás þarna. Plás og vinnur hornspyrnu. Já, vel gett. Vörnin hins vegar gerði vel í að reka hann frá markinu. Hálftími svona að detta á klukkuna. Þá er það Þórður Þorsteinn sem að tekur hornspyrnuna. Er ekki enn markalaust ásvöllum? Jú, það er það. Þessi bolti inn á markinn og það er Einar Logi sem að skallar yfir, nær ekki að stýra þessa markið. Þróttarar, þeim hefur ekki gengið vel undanfari. Ég held að þeir eru að koma úr einhverjum 3 tapleikjum. Þeir koma hér, áður höfðu unnið einhverja 5 leiki eða eitthvað og voru lengi vel bara í séns sem að komast í úrvalsdeild. Og það var ekki margir sem kannski byggust í því. Sérstaklega eftir hvað gerðist fyrir tímabilið þar sem Greg Ræder sagði bara upp störfum bara rétt fyrir mót. Já. Og Gulli Jóns tók við. Ég myndist einmitt á það hérna áðan að það þarf að líta aftur til ársins 2014 til þess að finna sigurleik ÍA gegn Þrótti í deildarleik. Já. En síðustu 2 leiki liðana eru 4-1 sigur hjá Þrótti í fyrri umferðinni í Reykjavík og 3-1 sigur í september í fyrra. Býtum nú í september í fyrra? Já. Samkvæmt úrslit.net. Nei, í september 2016. Já, það hlaut að vera. Sko, kallið minn. En það er hárrétt hjá þér, Þróttarar ekki búnir að vinna leik síðan þeir unnu Selfoss 25. ágúst. Þannig að þeir eru að koma úr 3 leikja taprinu, þar af tap fyrir Haugum, tap fyrir Leikni og tap fyrir Þór í alveg hreint mögnuðum leik, 4-3. Já, þeir hafa alveg. Þeir eru eitthvað að gerast. Hörður komin upp að endamörkum, fyrirgjöfin Arvarslög og hann veit það best sjálfur. Þeir hafa skemmt áhörundum með það lið sem hefur skorað langflest mörk í deildinni, 51 stykki. Þórsar koma þar eftir með 43, þannig að það munar töluverðu. Já, hér kemur Jasper kominn inn fyrir Einar Loga, en Arnór kemur þarna til vara og Hörður heldur þessu inn á, finnur
Steinar undir pressur á Viktori, snýr við. Já, okkur langar í mark. Já, ég sammála því. Það var líka ekkert útlit fyrir að Gulli myndi þjálfa eitthvað lið þetta sumarið og hann svona gaf út sjálfur að hann var kannski ekkert herði þetta kemst Stefán Teitur bara framfyrir varnarmanninn nær skoti en Arnar stoppar það. Þá var það aukaspyrna sem Skagamenn fá. Það var ekkert útlit fyrir að Gulli myndi þjálfa, hann var bara dagskrárgerðarmaður, var með þætti á fótbolta.net og síðan var hann með páskaþætti á Rás 2 Þóri Baldursson þannig að það kom svona skyndilega upp. Þetta er aukaspyrna á hættulegum stað sem að Skagamenn eiga. Þórður Þorsteinn stendur við boltan. Varnarlínan á vítateigslínunni og þetta er í áttina Einari Loga, kemst ekki í hann. Hörður pressar hérna á Viktor, vel gert hjá honum en Viktor heldur boltanum. Baldur tilbaka. Langur bolti hérna út til vinstri, þar er Daði Bergsson að vinna, nei, hann er ekki að vinna hornspyrnu. Ekki rifinn. Hallur og Daði nær ánum boltanum, mjög sterkur þarna. Þórður Þorsteinn kemur til hjálpar, kemur fyrir gjöfin og þar er Viktor, hittir ekki boltan og síðan skot frá Birki Þór en það er yfir og framhjá. Já, Daði Bergsson er einn af þessu leikmennum sem er alveg upp í Þrótti, fór ungur út til Hollands. Og það hefur svona strákar í kringum svona 93-95 sem hafa verið öflugir. Aron Bjarna og Arþór Ari sem eru til þessi bleikum og svona þetta eru uppaldið Þróttarar sko. Þannig að það myndi nú muna það ef Þróttararnir myndi skila sér heim og byggja Pepsi til þetta lið. Þeir hafa alveg verið að ala upp stráka. Já. Mikil barátta hérna, Birkir kemur honum út á Loga sem að nær fyrirgjöf. Einar Logi hreinsar þetta frá, ekki langt. Jasper með skoti í varnarmann og þarna létu Þróttararnir boltan vera sem voru í rangstöðu. Árni kemur hérna út úr teiknum með boltan og lyftir honum yfir til vinstri. Hörður kemur honum á Steinar sem að finnur síðan Viktor. Þannig átti Dótið að hafa lyft löpina aðeins svo hátt, held ég. Ekkert af fréttur Hafnarfirðinum ennþá. Það er bara allt markalaust í fyrstu deildinni svo er. Emil á Daða. Daði leggur til allegu. Birkir út á Loga. Logi nær fyrirgjöfinni hérna. Og það var ekki Emil sem að vann hennar skalla en Hallur hreinsar þetta síðan frá. Pínu ágefni að þeir verðast fá ágætist tíma í fyrirgjöfinnar. Já. Það er sem sagt ekki mikil pressa á mannin sem að er að hóta fyrirgjöfinum. Hér kemur Steinar, Hörður kemur utan á hann hérna á flegi, fer vinstra megin, Steinar fer í hináttina, tekur sér skotið af varnarmanni og Arnar slæðir þetta í hotn. Já. Fjórða marktilraun Steinars Þorsteinssonar. Já, hann ætla sér. Og Arnar Darri er búinn að vera vel vakandi í markinu. Aftur er það Þórður Þorsteinn sem að tekur hotspyrnuna.
Arnar Darri og svona einn af fáum markmönnum sem við farið ungur út. Hann kom síðan aftur heim. Hann var vanlega þegar þeir séu að fara út seint á ferlinu. Einmitt. Kemur hotspinnan, hún kemur út í tegin og Einar Logi með skallan framhjá. Ótrúlega hvað Einar getur verið hættulegur í tegnum, hann nú ekki svo hávaxinn. Hann engin risi en þetta allt saman spurning tímasetningar. Já. En Skagamenn búin að fá fullt af færum til að skora í þessum leik. Já, þeir eru búin að fá færin. Steinar aðleitn hérna, skallar hann á Garðar, fær hann aftur. Þá fyrir Stefán Teitur á stað, þessi sending er óvinnalega. Arnar Darri út á markinu og hann sama knöttinn. Hryllói yfir á Teit. Logi fram á Emil, hann upp í vinstra hornið. Daði hvergi nálægt þarna. Þórður missir hann langt frá sér, Viktor vinnur hann síðan hérna inn á miðjunni, finnur Ólaval. Óli á Steinar, hann snýr, finnur Hörð. Hörður á Óla. Óli tilbaka á Arnór. Arnór síðan með langan hérna í áttina Stefáni. Teitur skallar þetta tilbaka á Arnar. Þetta er bara brot. Óli Valur, brotlegur. Óli Valur kannski að spila stuðu svona sem hann er nú ekkert rosalega oft í, hann er bara á miðjunni. Já, hann spilaði þetta nú töluvert svona fyrirluta sumars. Já, en var það ekki oftar hérna svona fyrir aftan? Já, í hólunni. Í hólunni, hann er mist að svona öllu aftar heldur hann er vanur að vera. Já. Finnst eins og Skagamenn sé að spila, reynilega bara reynir þetta 4-4-2. Já, verið. Með góðan stuðning frá bakvörðum sem er forsenda þess að spila 4-4-2. Hérna kemur Óli. Finnur Steinar, Steinar hefur plás. Hann finnur Þór Þorstein til úti hægra megin og fastur fyrir. En Teitur kemur þessu frá. En bara beint á Hall, hann á Viktor, aftur á Hall. Hallur síðan inn á teginn, þar er Garðar að taka hann niður og næra snúa og tekur skoti en beint á Arnar. Garðar að minna á sig og þessi spyrna er bara beint á Árna Snæ. Réttur rúmar 6 mínútur eftir af fyrir hálfleik. Skagamenn hérna leika sér með boltan hérna aftast og Arnór og Hall reyna að teima á það aðeins. Framar, Teitur á Stefán Teitur og Þórð. Þórður leggur á stað en þetta var vel gert hjá Loga. Birgir stingur hérna inn á Jasper. Hann er komin inn á teginn og með skoti en það er vel framhjá. Já, vel framhjá. Ég meina hvað að segja eitt hérna, við varum að tala í byrjun leiks að hann er Árni fljótur að koma á boltanum í leik, það vantar ekki. Já. Já, hérna Gulli Jóns, hann fengi hlýjar móttökur á Skaganum. Ég hérna ætlaði að opna mig með það, dálæti mitt á Gulli Jónsinni þegar ég var yngri, hann var fyrirliði IL-liðsins. Fór bara yfir öll velsamnismörk. Já, bara ég bara dyrkaði Gulla Jóns mest af öllum. Hér kemur Garðar nær að halda þessi inn á hérna, reynir að pota honum út í Steinar. Steinar tekur hann á kassan, finnur Viktor með skoti, varnamann. Hreinn Ingi kastaði sér hérna fyrir. Já, en þetta er ekki búið. Hörður kemst hérna fram hjá Baldri, finnur Steinar sem hann missir hann aðeins á vitlausan stað. Rekinn hérna upp að enda mörkum út í horn og það er innkast. Já, þau áttum að gera einhver svona brúður í Hannerum og svona, það var allir með Beckham og Ronaldo og Michael Owen og eitthvað. Aftan að minni stendur þegar ég var svona 7-8 ára gamall Gunnlaugur Jónsson minni skrift. Og mamma stoppaði hann og reyndar að ég gekk svo langt að ég vildi fá hárgreiðslu svona eins og menn vildu eins og Gunnlaugur Jónsson. Hann var nú eiginlega bara með gamla góða kragan þá. Það var nú stoppað. Hörður með langt innkast og Arnór dæmdur brotlegur.
Já, það er óvægt að segja það að Gunnlaugur er einn af þessum mönnum sem er svona, já, óvægt að segja að sé svona legend í boltanum hérna á Skaganum. Ég held að svona, Já, hann er það klálega. hann er nú leiðin þetta að sletta sko, en ég held að það sé, hann er alveg klálega í hópi Já, hann bestu og ásælustu leikmanna IA fyrir og síðar. Já. Besti leikmaðurinn 2001 og síðast við erum Íslandsmeistarar. Stefán Teitur, brotið á honum, sparkað aftan í hann. Það er Birkir sem gerir það, nei það er ekki Birkir, það er Rafn Andri. Stefán fann fyrir þessu virtist vera. Já, Jói Kalli vill spjald. Já. Það er búið að fara tvisvar aftan í Stefán í þessu leik. Já, það er svo sem nú stundum eins og áherslurnar breytist þegar það er svona hallar undir lok tímabila og mikilvægi leikjana er oft misjæft. Já. Það er sjaldan sem að maður sér til dæmis leiki flautað af akkurat á 90. mínútu, en það er mjög algengt. Ef maður sér það á annar borð þá er það í síðasta leik í mótið þar sem að ekkert er undir. Og eins þetta með spjald ekki spjald, þar sem að gul spjöld kannski telja ekki til leikbanna. Viktor er hérna í baráttunni en Þróttarar hafa betur. Viktor nær að vera fyrir hérna. Óli finnur Garðar, hann leitar tilbaka og reynir að finna Steinar hérna út í vinstra megin. Tekst ekki. Arnór, Hallur lyftir þessu hérna í átt að Stefáni. Viktor gríðarlega sterkur, svaka kraftur í honum, hann er nú ekki hávaxinn, hann gaman að sjá hann stökkva upp í þessa skallabolta inn á miðjunni. Hann Viktor? Já. Það er rosalega kraftur í honum, bara svaka sprengikraftur. Hann gefur sér allan í leikinn. Já. Hér er að skapast hætta. Daði með skotið. Það er yfir. Styttist í hálfleik. Já, 0-0. Tíundalaust á Vestur-Vígstöðunum og ekkert að gerast í HK-leiknum. Hérna, vinstri afti! Óli, Viktor, klárir! Það er nú gaman að segja frá því að í fyrsta sinn þá munum við aðstandendur og IA TV velja leikmenn ársins í þessum þremur meistaraflokkum sem við höfum verið að fylgjast með í sumar. IA meistaraflokki kalla og meistaraflokki kvenna og eins hjá Kára. Og já, sigurvegararnir í meistaraflokki kalla og kvenna hjá IA verða tilkynntir á lokahói í kvöld. Þannig að fólk getur farið að spá í spilin og sjá hvort við haldið hverja þið haldið að við höfum valið, en hér eru Þróttarar Daði að koma sér í skotfæri, nei, leggur hann inn á Emil. Þetta er hættulegt, en Hallur kemur þessu þarna í burtu. Jasper hefur nú reynst í skafinu svolítið hættulegur hérna og svæðið sem hefur skapast fyrir hans finnst mér óvinni mikið oft á tíðum. Já, þetta er náttúrulega kannski afleiðing af einmitt af framliggjandi bakgrunn að myndast eða fyrir átt á. Vanalega. Og þegar að síðari, nei, fyrri hálfleik er bara að ljúka. Þróttarar hornspyrnu sem að Rafn Andri tekur. Þetta er út í teginn og Emil Atlason með skalla rétt framhjá. En þá er bara að flauta til hálfleiks. 0-0 í samt fínasta knattspyrnuleik. Það er Skagamenn eru búin að eiga mörg færi og Þróttarar hafa sömuleiðis fengið fín færi líka, þannig að það hefði verið eðlilegt að annað hvort liðið hefði skorað þér í fyrri hálfleik. Já, allavega eru Skagamenn búin að fá fullt af góðum færum. Við búumst við mörkum í síðari hálfleik. Við tökum okkur pásu eins og leikmenn og aðrir og við byggjum ykkur að doka við og fylgjast með okkur í síðari hálfleik eftir cirka 15 mínútur. Farið ekki langt.
Gæti þú bakka örlítið? Já, ok, þetta er svona. Jæja, þá hefst annar með síðari hálfleikurinn í leik IA og Þróttar. Þið eru að horfa á IA TV í samstarfi við Omnis. Örn Arnarsson og Björn Þór Björnsson eru hér ennþá þeir sem höfðu kveikt á útsendingunni í hálfleik. Sáu eflaust að fagur flokkur ungmenna kom inn á völlin haldandi á bikar. Þetta var verið að hylla annar flokk kalla sem að eins og við höfum svo komið inn á hérna áður. En síðan verður nú líka að koma inn á eitt. Já, stór fréttir af Ásvöllum. Já, Ásvöllum eins og staðan er núna virðist vera sem að Skagamenn séu komnir í efsta sæti, en það er nú freka flókið. Já. Því liðin eru eins og staðan núna með jafnmörg stig, Haukar eru komnir í vitt, það er að tapa HK. Þeir eru með jafnmörg stig, markatalan er svo sama. Innbyrðisviðureignir fóru báðar 0-0 og hérna þannig að okkur finnst líklegt að það sé út af Skaginn er yfir á fleiri skoruðum mörkum. Já. Og nú ég var einmitt að velta því fyrir mér hérna bæði í gær og fyrir í dag hérna, nú þurfa að vera með bikarinn einhvers staðar í bíl, einhvers staðar mitt á milli eða allir hafi... Já, þeir eru bara svona, þeir eru fått planinu á göngunum, segi ég. Já. Að horfa. Já. Það er ykkur sem fekk það ömurlega verkefni. Já, en við kannski, eflaust bílstjórinn að horfa. Já, bílstjórinn er flott að horfa. En vonum að hann njóti þá. Þetta er að setja hann í leiðilega stöðu.
Hér er Bjarki Steinn Já. Bjarkason að gera sér tilbúin að koma inn á í lið Skagamanna. Hann sem margir úr Íslandsmeistaraliði Skagamanna frá því á 50-daginn að spila bæði sko með Kára og síðan en náttúrulega er, eins og segi, Bjarki er að koma hérna inn og síðan tveir á back. Hver er það sem fer að velli? Óli Valur hérna, Steinar hérna, Stefán Teitur Þórðarsson sýnist mér sem vantar hérna í hópinn. Bjarki Steinn skoraði fyrsta mark í á 50-daginn. Já, það er Stefán Teitur Þórðarsson sem að fær að víkja. Svo er Skagamenn tvær skiptingar eftir. Og síðan er hálfleikurinn kominn á stað. Bjarki á hörð, þeir byrja strax á að sækja hérna. Bjarki uppi í horninu vinstra megin, reynir að læða honum inn á hörð, tekst ekki, fær hann aftur en er svo borinn ofurliði hér. Og Þróttar að geysast fram hérna hægri kantinn, kemur fyrirgjöf, Arnór kemur þessu frá, Hörður nær að koma þessu á Bjarka en Bjarki missir boltan. Já, það er hérna, svo við erum komið það að reynda að fleiri skorum mörg er að undan innbyrðisviðurregni. Það er svoleiðis. Þannig að innbyrðisviðurregni skiptir ekki máli eins og staðan er núna. Já. Þannig að, já, ef að leikar fara svona þá er það Skagamenn. Já, það væri gaman að fá hérna, við höfum nú, já, í fyrra enduðu við fótboltatímabilið á byggarafendingu þegar að Káramenn sigruðu þriðjudeildina. Já, það verður ánægilegt að það er bara hefð svona í síðustu útsendingu okkar. Það var svona árviss já, einmitt. En hér eru Þróttarar að ógna Daði, leggur hann út og þetta skot alltaf á leiðinni frammi og Loga. Já, Logi er einn af þessum ungu strákum sem Gulli náði, hann er með marga stráka unga á láni frá stærri liðum á höfuðborgarsvæðinu, FA og Blikum og... Já. Hann var svona töluverð stefnubreiting með Gulli er að byggja upp svona svipa konsept og þekkist á Skaganum. Það verður að byggja á ungum strákum, það voru margir svona eldri leikmenn sem fóru í glugganum hjá honum. Já. Daði lendir hérna í mulningsvillinni Ólaval en allt löglegt. Hallur lætur þennan bara fara. Logi er frá hérna Víking Reykjavík. Já, var svona ákveðin hreinsun. Það voru margir sem voru búin að vera þarna í svolítinn tíma og svona. Þeir fóru og inn komu ungi strákar og Gulli við talaði um það að hann vilji sína svona kannski að efnilegi leikmenn heillist af umhverfinu sem er í boði fyrir á þarna. Já, hér er Viktor að komast í skotfæri. Þróttar búin að ógna nú hann tvisvar með skotum fyrir utan teig. En þessi var vel framjá, gengur ekki nógu vel að hitta rammann. Pressaðir Birkir tilbaka á Arnar. Arnar spilnir þessu bara hérna beint upp í stúku. Þetta er boltarinn á, nei. Hallur, kemur Garðar. Garðan er að taka niður og snúa. Og þetta er nú bara, já, skot. Já, ég veit ekki, það verður erfitt að skilgreina þetta. Já, þetta endaði allavega í fanginu á Arnari og Einar Logi gerir vel hérna. Baldur og Hörður kemur hérna sterkt á mótunum. Við munum að sjálfsögðu láta útsendinguna lifa í rauninni. Já, eins lengi og þurfa þykir. Ef að það fer bikar á loftinni í dag, þá viljum við sjá það gerast. Já, við viljum eins og við leiðum myndunum að lifa þarna
í Árbanum á fimmtudaginn. Það er gaman að sjá gleðina þegar fylgir því að taka á móti bikar. Já, því oftar en ekki er hún fölskvalaus. Hún er það, gjarnan. Arnór sterkur, Hallur missir hann aðeins yfir sig. Daði gerir vel, en Hallur nær að komast aftur í boltan. Hreinsar þetta fram á Steinar sem að fleytir honum áfram, en Þróttarar vinna boltan. Bjarki, hann finnur Garðar. Garðar tekur hann með sér, missir hann. Hallur og Viktor. Hörður úti vinstra megin. Sem fyrr framliggjandi. Bjarki á Hörð. Hörður með fyrirgjöf með hægri, en á að verða fyrir. Hörður nær boltanum aftur. Bjarki. Hann leitar að fyrirgjöfinni, finnur ekki, hann finnur Hörð. Steinar kemur og sækir boltan. Reynir fyrirgjöfina en í fangið á Arnari. Þóra varnamanni þarna. Arnar kastar út á Daða. Hann þarf að snúa við, en hann kemst síðan fram hjá Þórði. Emil. Hallur sterkur. Þórður. Finnur Viktor. Viktor með pláss. Setur hann á Bjarka. Bjarki Steinn í árás. Kemur inn á völlinn aftur. Hann er ennþá með boltan, leggur hann út á Óla. Hann á Viktor. Hörður. Hörður tilbaka á Arnór, er róað aðeins hérna. Arnór út til hægri á Þórð. Þórður síðan með fyrirgjöfina. Teitur hreinsar þetta frá. Viktor, neða dæmt brot á Ólaval hana. Já, það má svo sem færa rauk fyrir því. Já. Sástu grein Vísis hérna, ég held að það hafi verið í gær, það sem var að tala um uppganginn á Skaganum. Nei, ég verði viðurkenna, ég sá það ekki. Það var að vera að fjalla þetta sem við vorum að ræða fyrir, þetta með Kára og Skallagrím og Íslandsmeistaratitilinn og menn voru svona að tala um að Skaginn væri að rísa aftur í fótboltaheiminum og það var líka verið að benda á Arnór Sig, viðskiptin og svona. Það var svo sem margt til í, ég verði að segja að það er aðeins bjartara yfir manni núna en fyrir akkurat 10 árum síðan þegar við fjallum og slóum stigamett sem Keflavík sló reyndar síðan fyrir einhverjum 2 árum og ætla svo aldeilis að gulltryggja að það þeir haldi því metti ókomna tíð verið þeirra. Já, þetta er alveg merkilegt þegar menn sko bara þegar menn vilja eiga met bara metana vegna sko. Það er eiginlega sama fyrir hvað sko. Þetta er einskjær, herðu, er hann Garðar rángstæður. Já, það held ég að sé rétt. Já, þeir virðast alltaf hirða þetta met. Já. Og það, eins og ég segi, þetta met verður ekki tekið að þeim Nei, og ég held að verið seint slegið. Já. Það er alveg öruggt mál. Leiðilegt að vinna ekki leik heilt sumar. Áhugavert að svo virðist sem að leikurinn í Hafnarfirði sé núna 6 mínútum á eftir þessum leik. Hann byrjaði seinna, það var náttúrulega þarfa viðbótartími í fyrri hálfleik, ekki hér. En það koma Þróttarar, Daði. Og frábær sendingin á Daða aftur, nær hann að snúa. Kemur skot og rétt framhjá, Viktor. Rétt framhjá. Já, þetta er ekkert, þetta er hættulegt, þeir geta ógna markinu, það er alveg klárt mál. En þá koma Skagamenn hérna á fullri ferð, Hörður með menn í tegnum, Garðar á nærstönginu, fær hann í sig og plottar hann, það bjargar á línu! Nei, þetta er á línu! Hann náði ekki nógu miklum krafti í skotið, en Skagamenn komni með boltan aftur, Hörður inn á Bjarka, Bjarki potar hann aftur og Garðar snýr og Garðar Guðlaugsson skorar! Það er svo fallegt að sjá Garðar skora sko. Það gleður mig mjög. Stórkostlega gert, hann átti náttúrulega að skora þarna rétt áður þegar þeir björguðu línu en þarna fenguðu séns aftur. Bjarki kom boltanum þarna á Garðar sem er eins og ég segi sterkur og náði að snú sér
með vardamann í bakinu og setja hann í markið. Þetta voru mjög sambarilegar aðstæður þar sem hann var nýbúinn að verja, þar sem hann fekk bolta með sneri, tók skot. Það fekk aðra tilraun bara. Já, þetta var, þarna sýndu Skagamenn þrautsegjuna að héldu áfram að bara pressa. Og nú eru Skagamenn svo aldeilis í bílstjórasætinu varðandi þennan bikar. Núna þurfa HK-menn að skora 2 mörk. Já. Já, það gleður að sjá Garðar Gunnlaugsson skora. Það gerir það. Ég tala nú ekki ef að svona tilfinningin að þetta sé hans síðasti leikur ef að svo tilfinning reynist rétt, en það engin leið að segja hann eitt getur svarað því. Kannski spyrju hann að því eftir nú? Já, ég ætlaði einmitt að mælast til þess að þú ferði niður á völl að þú taki viðtal í Garðar. Mér finnst hann nú eiga það skilið. Sjá hvort við náum í svona Eiðsmára moment. Já. Var þetta síðasti leikurinn? Já, og þú tekur utan hann. Já, en hérna kemur aukaspyrnan, Árni kýlir hann frá, Daði skallar þetta upp í loftið. Þróttarar halda þessu lifandi en Hörður síðan hreinsar þetta frá. Já, ég held að hann sé örugglega tilfinningalegt þegar Garðar hættir út að hann rosalegu Skagamaður. Hér Viktor Jónsson og Daði tekur frákastið en Þórður vinnur hann á honum. Árni varði þetta vel. Já. Þó svo að boltinn hafði nú verið svona, fór lent heppilega. Já. Þetta er brot. Hall. Hann fær tiltal. En það sem er líka það sem er svolítið skemmtilegt líka við þennan leik út að það er svona mátulega lítið undir að menn ekkert voða mikið að þetta er svolítið engin æsingur. Nei, og líka þetta er opnari leikur en maður hefur átt séð toppbaráttunni í inkassodeildinni, svo við sáum báða leikina mútið HK og kannski Víkingsleikinn og svona, það er menn eru svona aðeins að reyna að skemmta áhverjum meira. Rafni Andri, varnarlínan tiltölulega innanlega finnst mér, en Þórður kemur þessu frá. Bjarki Steinn pikkar hann upp, flegiferð, hann eldur og tekið niður og þetta er sennilega gullspjald á loft. Já. Er það Jasper sem að næli sér í fyrsta gulla spjaldi hér í dag. Hvað skilur þetta brot svo sem ágætlega? Já. Takk þetta stutt hérna. Bjarki kemur inn með fyrirgjöf með hægri en þessi er of löng og aftur fyrir. En það er líka skemmtilegt að segja frá því ef að Ísak spilar hér hægtir. Já. Það voru 20 ára aldursmunur á elsta og yngsta leikmanni Skagaliðsins. 20 ára á milli Garðars og Ísaks. Já. Viktor, Jasper og Viktor skallar þetta í hot. Já, Þróttar ætlar ekki að leggjast niður hérna. Nei. Og láta labba yfir sig. Það er virðingavert, enda eins og við komum inn á hana ekki að neina að keppa nema bara heiðurinn í rauninni. Já. Og samningnum kannski. Já. Kannski er einhverju Og svo eflaust vita er alveg af því að Þróttarar hafa átt góðu gengi að fagna gegn Skagamönnum undanfarin ár. Hér kemur hotspinnan og Viktor og það er bara bjargað á línu en dæmdur háskaleikur hérna. Það sýndist að vera Bjarki Steinn sem var hérna skallaði frá en fekk hérna fót full hátt á móti sér. Bjarki nær að taka þetta bara niður. Já, hann heldur bótt, nei.
Birgir Þór vann hann á honum hana. Inn á Logi, tilbaka á Átna. Viktor pressar á hann. Pollrólur. Birgir. Rangstað á Viktor. Svona til gamans má geta að þetta er 57. beina útsendingin okkar á þessu almanaksári. Vissirðu það, Björn? Hvað segirðu? Þetta er 57. útsendingin okkar á þessu almanaksári. Já. Við erum að senda út, já, rúmlega 2 útsendingar í viku að jafnaði. Og þetta er vel gert. Steinar Þorsteinsson í dauðafæri, nei, hann leggur hann út á teginn, Þorsteinn! Þórður Þorsteinn næri ekki að taka með sér, en hann heldur boltanum og er að koma sér í færi aftur, en missir hann í fangið á Arnari. Þarna var Þórður óheppinn með snertinguna. Framundan hjá okkur í vetur, að sjálfsögðu höldum við áfram að fylgjast með körfugnallisliðið í sem að leikur í annarri deildinni reyndar í vetur. Og hér er Daði að koma sér í fínt færi, en Arnór kemur þessu frá. Það má ætla að þeir skori í dag, Þróttarar. Það hefur bara einu sinni gert í suma það sem þeir hafa ekki skorað í leik. Hvaða leikur var það? Það var á móti Leikni. Leikni Reykjavík? Leikni Reykjavík. Eins og kom líka inn á hana, þetta er liðið líka sem hefur skorað langflest mörkin, og eru með markaðasta leikmanninn, þannig að þetta er nú ekki búið. Aldeilis ekki. Já, hér er hornspyrna. Logi tekur hana út í teiginn og boltinn aftur fyrir. Og markspyrna. Árni snöggur að koma aðeins út á hörð. Staðan ennþá 1-0 fyrir Hauka. Spurning hvort að bikarbíllinn er komin í Miðgarð. Já. Og planið þar. Alltaf sé búin að færa sig yfir þeim. Það er hugsanlegt. Já. Vitlu stekið. Já. Það er ekki algengt. Nei, á ekki að gerast. Kemur Hallur á vettvang og tekur innkastur í Skagamenn. Já, finnur Garðarinn á teiknum, hann leggur hann hérna út á Bjarka sem að kemur sér í skotið, það er í varnarmann, fær hann aftur, nær að snúa, leggur hann á Óla Val, Óli Valur með skoti í stöngina og þvert fyrir markið og Steinar heldur þessu lifandi, Óli yfir á fjárstöngina en boltinn aftur fyrir. Já, Skagamenn hafa verið óöfnir í seinni hálfleik, Bjarka á línu og núna í stöngina, það er hérna... Ættum við að búin að setja annað, jafnvel. Já, þetta var sko eins nálægt því að vera stöngin inn en svo gerist. Boltinn fór þvert fyrir markið aftur. Já. En virkilega vel gert hjá Bjarka þarna til að búa til þetta færi fyrir Óla. Hérna út til vinstri á Loga, Logi, misefnum sendingi á honum, Steinar, en Rafnandri vinnur boltan, finnur Viktorinn á teiknum, Arnór rekur hann út, kemur fyrir gjöf sem að siglir aftur fyrir Skagamenn, býtur við, hann dæmir hotspinnu, meta fyrir gjöfin hefur farið að varnarmanni og aftur fyrir hotspinnan út í teginn. Emil Atlason stökk manna hæst en skallar hann vel framhjá. Verði þetta úrslitin þá eru þetta 15. sigurleikur Skagamanna í sumar.
Það var gert 5 jafntefli og tapað einungis 2 leikjum, en þar meðal annars fyrir Þrótti. Já. Og hinn leikurinn var Víkingur, ekki, Ólafsvík. Jú, í Ólafsvík. Og síðan náttúrulega byggarleikur á móti FH. Já. Já, maður ekki oft labbast úr út af vellinum í sumar. Nei. Garðar flyttur þessu áfram. Þeir voru ekki viðbúnir hérna, Steinar og Bjarki. Emil flyttur þessu, hérna eru Þróttar að sleppa í gegn. Jasper kominn einn á móti, Átna og lyftir yfir hann og í markið. Jasper van der Heiden. Hann er búinn að vera ansi ógnandi hér allan leikinn og hér skilar að marki vippa á hann snirtilega í netið. En það er nú þannig að stundum þegar er 1 og 1 á móti Átna þá líður mann ekkert rosalega illa á þetta. Hann er mjög sterkur í þeirri stöðu en þarna sá Jasper við honum. Og þá er staðan aftur 1-1. Það var virkilega vel klárað hjá Jasper. Hann verður að gefa honum það. Átni stóð og beið. Það var mjög vel gert hjá honum. Mjög vel gert. En engu að síður, þetta breytir ekki stöðunni meðan að staðan breytist ekki í Hafnarfirðinum. Skamin er ennþá með ég gef nú ekki mikið meira svona 3 putta á byggarnum. Nei. En þetta er svona nokkuð típist þegar að og hér er Hörður kominn, sendur hann inn í og hver skot í stöngina aftur. Það var Bjarki Steinn Bjarkason. Þetta ætlar ekki að ganga upp. Nei, þetta er svo, ég ætlaði að segja, þetta er svo típist að ná ekki að þessu dýrmæta öðru marki, þá er staðan hættuleg. En þá 25 mínútur eftir, Bjarki og Óli. Og Bjarki fær hann hérna, búinn að eiga flotta innkomu Bjarki Steinn. Já, hann er bara mjög öflugur. Skoraði fyrsta mark annar flokks þegar þeir tryggðu sig á 5. Þreytist ekki á að segja það. Hér kemur fyrirgjöfin frá hann og Steinar stekkur á hann. Þórður með hann hérna úti hægra megin, nær hann fyrirgjöfin, hann gerir það. En þeir ná að gengur erfilega að reynsa þetta frá. Garðar reynir að taka niður, Bjarki aftur með skotið yfir. Þarna féll boltinn ekki alveg held ég. Ég held að þetta hefur hálfpartinn verið með sköflungnum, þetta skot. Já. Það er skipting. Nei, það er ekkert skipting. Hvað er ég að rugla? Já. Byggarinn sennilega aftur komin að gangnaplanið. Já, hann er að færa sig. Ég held að Borgis ekki að drepa á bílnum. Arnar spyrnir frá og Viktor sterkur hérna á móti Emil Atla sinni. Þórður lyftir hérna fram á Steinar, Teitur tilbaka á Arnar. Arnar virðist ekkert líða neitt sérstaklega vel með boltan í löpunum. Hann er hlöpur og komunum alltaf í burtu frá sér. Birkir hérna er á rángstað á Jasper. Já. Það er spenna í þessu. Já, þeir ætla að halda smá spennu í fyrsta sætið. En enn eru Haukar yfir á móti HK. Fá hendi, Skagamenn fá ekki. Ólafur pressar á Birki. Jasper kemst hérna fram hjá Herði, gerir vel Emil. Viktor í honum, nær ekki á honum boltanum. Hérna er allt opið. Jasper aftur en Arnór Snær gríðarlega vel gert hjá honum. Kemur honum tilbaka á Átna. Átni lyftur þessu út til vinstri á Hörð. Hörður aðþrengdur. Og fær aukaspyrnu, ég held að hann var heppinn hérna. Mér sýndist hann hreinlega missa jafnvægið. Já, hérna kloppið eða ekki? Sýndist mér. Já, ég held að telli ekki nema þú nái boltanum aftur eftir hann sko. Það er rétt.
Það En ég hef ekki svona viss hvað þetta var það. óskráðar reglur. Já, við verðum hérna. Ég held að við komum til með að deyja úr spenningi alveg fram á loka mínútur. Ég óttast að Þróttarar ekki hérna upp sókn í rólegheitunum. Rapp tilbaka á hreyninga. Hann skiptir síðan yfir hérna til vinstri á Daða. Hallur pressar á hann og aukaspyrna dæmd á Hall fyrir háskaleg. Dómarinn mætti að hann hefði farið hátt með fótinn hérna. Svo er ekki að hjálpa til að það muni 6 mínútum á þessum leikjum. Ég er ekki hrifinn að því. Nei, ég get alveg tekið það undir það. Hefði þetta verið á HM þá hefði þeir samræmt þetta. Já. En svona er þetta. Kemur aukaspyrnan og hér er dauðafæri og engin rangstaða. Birkir var algjörlega óáreittur þarna og hann gerði sig bara ekki grein fyrir því held ég. Nei. Árni spyrnir hérna út til hægri. Þórður nær að taka niður og heldur honum. Og Viktor, hann á Garðar. Nú er þetta svæði hérna. Það verður svolítið sneggri að þessu. Já, sendir hann þetta fyrir aftan Bjarka. Bjarki fær stöðning frá Herði. Bjarki fer sjálfur. Leitar síðan, núna finnur hann Hörð. Já. Út í vinstra megin, Hörður. Leitar að fyrirgjöfinni, finnur ekki og reynir síðan að leggja hann út á Bjarka. Og ónákvæm sending, þá kemur Daði. Og það er svæði fyrir hann. Já, kemur á ferðinni, finnur Viktor. Viktor leitar hérna tilbaka. Miðsvæðið almennt bara frekar opið. Hérna nú orðið. Jasper með fyrirgjöfina og Viktor kemst í boltan, skallan rétt yfir. Þetta var næstum búin að bæta við sín 22. marki. Já, við viljum marki í þetta fyrir Skagan. Þannig myndi líða betur með það, en núna er þetta virkilega skemmtilegur leikur. Eins og þú sagðir, miðsvæðið er að opnast mikið, bæði liðið eru bara að skiptast á að taka sóknarlótur hérna. Árni miðar á kollin á Garðari. Óli Valur vinnur hann síðan, annan boltan, finnur Bjarka. Bjarki leggur þá á stað. Reynir að þræða vörnina, gengur ekki. Kemur hárbolti í áttina Viktori, hann er nú sterkur. Hallur finnur Viktor. Viktor hittir hann þarna en Steinar hirðir þetta. Þórður með skiptinguna hérna í áttina Bjarka Steini, nær hann þessu. Hann gerir það, heldur honum inn á. Hörður ennþá með hann. Finnur Óla sem að kemur sér með hann, háan á fjær, en það er engin slöksending í Ólaval. En það er, já, boltinn er ennþá inn á, hann fór í hotfannan. Hann helst inn á. Daði. En nú veldi maður í fyrir sér einmitt hvort að hann tekur nær Óli boltanum, vel gert. Nú svo er spurning hérna, ef að allt er í járnum og ertu að setja 15 ára strák inn á eða hvort er mikilvægur að gefa nú leik eða vel gert hjá Garðari hérna, erfist lögsending hjá honum hins vegar í kjölfarið. Eða setur þú 15 ára strák inn á eða hefur þú bara hreinlega trú að 15 ára strákurinn styrki liðið eða veikið það ekki. Þetta er erfitt að meta og innkast sem að Skaga með fá. Hallur það er ekki að finna Garðar hérna. Birkir tilbaka að Loga, hann með langan bolta sem Arnór Snær skallar fram á við á Hall. Garðari gerir vel hérna, finnur Þórður finnur Steinar, hann leggur hann út á Garðar. Garðar lætur vaða. Já, ég er nú bara að vilja að hann myndi senda boltan þarna á Bjarka sem var alveg
Var einn af sjó þarna á kantinum. Já. Ég held að það geta skapast tölur hætta. Eins eða hann geta tekið 1 touch í viðbót nærmarkinu áður en hann taki skotið. 68 mínútur liðnar í Hafnarfirðinum, þar er staðan ennþá 1-0 fyrir Hauka. Hér eru 74 mínútur liðnar, staðan 1-1. Viktor Árni 2 í baráttu, Emil og Arnór Snær dæmdur brotlegur. Já, þetta er svona svolítið ódýrt, finnst mér. Já, hann hélt aðeins utanum hann hana. Já, þetta er kannski brot. Þess kannski flauta bara pínu svolítið mikið í svona leik. Já. Ég held að þessi 3 sem er búið að dæma hættuspark sem hafa nú ekkert verið ofsafengin. Nei, en Rafn Andri hér, varnarlínan er innanlega sem fyrr hjá Skagamönnum. Mörg lið miðað við vítategin, hleypaðum alveg inn fyrir vítapunkt og boltinn hér, stór hættulegur skalli. Þeir eru stór hættulegur í fyrstum leikadri. Var þetta Emil Atlason sem að skallaði þarna rétt fram hjá markinu. Árni Snær losar þetta langt á Þórð. Þórður kassar hann niður en missir hann Nóland frá sér. Mikil barátta hérna núna. Birkir með skiptingu á engan sérstakann. Jasper hins vegar eldir. Hörður finnur Bjarkastein. Bjarki, hann á Ólaval. Ólivalur aftur á Bjarka eða hvað. Já, hann nær að halda þessi inn á. Smá miskilningur hérna. Hörður reyndi að finna Bjarka aftur hérna sem að var á hlaupunum fyrir Ólivalur tæpur hérna. Já, og meiðir sér sjálfur í þessu. Já. Lét sér vaða hérna. Já, við þurftum að vera með eina myndavél í göngunum til að skipta á svona við svona aðstæður, sko. Við svona aðstæður, á KSI-bílinn. Já, KSI-móbíl. En ég var stundum splæs í þyrlu í dag, sko. Það var nú fallegt maður þegar Kirtland fór hérna og fylgismenn mistu að byggatu. Já. Það var góðar á Íslandi. Ekki 2003? Haukar eru komnir í 2-0, Björn Þór Björnsson. Jæja. 2-0 fyrir Hauka gegn HK og það svona léttir aðeins brúnina á okkur. Já, það þýðir að við erum bara, markatalinu er bara orðin betri. Já. Já, okkur. Og meira lengra í land fyrir HK. Já. Ég er með gæsahúð, það er bara svoleiðis. En Skagamenn verða að passa sig, þeir megi ekki fá á sig annað mark vegna þess að þá er staðan óbreytt. Gleymið ekki að fyrir umferðina voru HK með 1 stigs forystu á Skagaliðið. Já, ég væri óskaplega til í 1 mark. Þróttarar að sækja. Mikil barátta hérna, Hörður gerir vel, en þeir halda boltanum, Hreytingi, Þórður vinnur hann, kemur honum á Viktor, hann er aðþrengtur, Uggir ekki að sér hérna, Birkir hirðir á hann boltan. Arab, tilbaka á Baldur, tilbaka á Arnar. Arnar losar þetta síðan hérna langt. Óli Valur vinnur skallan og Hreytingi missir hann nú frá sér en nær honum aftur. Þórður Þorsteinn vinnur hann á honum hérna og hér er 4 móti 4. Þórður finnur Garðar, hann er stiginn út, ekki dæmt. En það held ég að hafi ekkert verið á þetta neitt. Arnór missir hann frá sér og þá koma Þróttarar í staðinn. Árni Snær langt út úr tegnum. Já, svipir kýper. Hreinsar þetta út af Garðar liggur ennþá og hefur fengið þarna eitthvað smá högg á höfuðið. Birkir út á Baldur á Hesper aftur á Baldur. Birkir
Hreinn á Teit. Þróttarar eru... Jæja, Ísak Bergmann að gera sér reiðbúinn að koma hér inn á í sínu fyrsta leik fyrir Skagamenn. 15 ára gamall og er að fara að slá. Hér er Jasper að komast upp að vítategnum, leggur hann yfir til hægri á Daða. Daði, hér er dauðafæri, nei, Einar Logi er rétt staðsettur hérna, Hallur, losar hann bara þvert yfir teginn og Hörður skallar hann svo frá. Hér er hann að fara að leysa Garðar af Hólmi. En Þróttarar sækja enn, Baldur með fyrirgjöf og það er Emil Atlason og næri ekki að tengja þennan skalla og þá kemur skiptingin. Nei, það kemur ekki skiptingin. Árni Snær full snöggur hérna. Æjæjæjæjæjæj, þetta var ekki gott. Það var hérna allt í einu, það var ekkert í gangi, hann lenti mjög illa hann Doddi og þetta er svona sem maður hræddur við. Já. Vonandi er þetta ekki alvarlegt. Hann einhvern veginn festist í grasinu vistist vera. Nei, þetta er ekkert alvarlegt. Gott. Hjúk. Vist ekki vera, hver er að koma út af, er það Þórður? Eða fer Þórður bara, nei, hann er bara á aðhlningu. Ísak Bergmann Jóhannesson. Söguleg stund. Söguleg stund. Lærifaðir hans líka sig. Þórður Þorsteinn ekki sáttur að fara út af. Doddi fór út af og Ísak Bergmann Jóhannesson kemur inn á í sinni fyrsta leik. Yngsti leikmaður sem spilað hefur fyrir IA í deildarleik. Að með skilst. Slær metið af læriföðu sínum hér í að sem er þjálfari liðsins Sigurður Jónsson. Já. Hann átti metið. Og ég hef ákveðnar heimildi fyrir því að hann hafi meiri segja sóta fast að þetta met yrði slegið hér í dag. Já, ég held að það sé alveg hárétt. Já. Hann er búinn að eiga ansi lengi. Já, hann er búinn að... Það var hérna George Kirby sem var að þjálfa þetta í liðið þá, sem tók hann úr þriðarflokknum. Já. Og ef þetta er einhver vísbending hvert Ísak Bergmann getur náð á sínum ferli, þá verður það spennandi að fylgjast með því. En Þróttarar eru með yfirhöndin í leiknum eins og staðan er akkurat núna. Daði, en Arnór hreinsar þetta fram, vantar aðeins upp á að halda boltanum og koma boltanum í spil. Ísak pressar hérna á Arnar. Einar Logi í baráttu við Emil. Emil hefur betur en missir hann frá sér Bjarki Steinn. Bjarki gerir þetta vel, brotið á honum síðan. Ísak Bergmann, nei, hann nátti ekki að fær ekki að snerta boltan. Staðan enda 2-0 fyrir Hauka, þannig að verði staðan óbreytt þá dugir þetta Skagamönnum til þess að fá bikarinn. Íslandsmeistarar í innkast og deildinni. Ég kann samt mjög illa við að það menn tala Íslandsmeistara hérna í öðrum deildum. Ég eiginlega þolið það ekki. Já, þetta er alveg rétt. Hérna fólk er að tala að vera Íslandsmeistari og kefla ekki fyrir ofan okkur sko. Já. Ísak snýr, tekur skæri, finnur Steinar. Steinar aftur á Ísak. Ísak leggur á stað. Missir hann aðeins frá sér hérna. Viktor gerir þetta virkilega vel. Emil tínir honum öllitið hérna en kemur honum út á Jasper. Þá eru menn hérna á fjärstönginni. Viktor í baráttunum við Arnór. Steinar nær að snúa, gerir þetta vel. Stórstígur og snöggur. Viktor á Ólafal, hann aftur á Viktor. Hann á Hörð. Hörður á Bjarka. Bjarki gríðarlega sóknarlegur leikmaður. Maður finnst æðislegt að horfa á hvernig hann aktar þegar hann fær boltan. Hann hugsar alltaf fram á við, nánast alltaf. Bara árás. Bjarki fær hann hérna tilbaka á Viktor. Viktor tilbaka á Einar Loga.
rúma 6 mínútur eftir hér, 12 mínútur eftir í Hafnarfirðinum. Hörður á Ísak, Ísak með fyrirgjöfina en hún er á fjarstöngina og þar var enginn, Steinar var ekki mættur og boltinn í innkast. Skagamenn eiga eina skiptingu eftir. Skildi Oliver fá líka tækifæri. Ólíklegra að því leyti að það er erfiðar að setja unga menn inn í vörnina. Já. Myndi ég halda í sérstaklega í svona leik. Einnig erum við með Ragnar Leósson, Hafþór Pétursson, Pál Sindra Einarsson á bekknum. Óskar B. Magnússon. Já, að sjálfsögðu. Nei, það er dæmt aukaspyrna hérna og guldspjald á hvern? Var þetta ekki Óli Valur? Var það Óla? Jú. Litlar sakir en hingað síðu dæmt. Þróttarar ekki af baki dottnir. Þeir ætla sér að sækja sigur hérna og skemma gleðina. Já, þeir ætla að reyna það. Já. Ég mun rölda menn niður á völl hérna eftir leik og reyna að grípa menn í viðtöl og hér kemur hárboltinn á teiginn. Emil Atlason skallaðan en bara hann skallaðan út fyrir teiginn. Hörður kemur honum á Bjarka sem að, nei, hann er ekki að halda honum inn á. Langur bolti, Viktor hefur betur. Það er ekki oft sem að þeir hitta á sóknarmenn sem þeir eru í erfiðleikum með. Þeir eru Arnór og Einar en Viktor sannarlega búinn að stríða þeim í skallaboltanum. Hann er líka bara með einhvern veginn allt sem framverið þarf að hafa sko. Hann er sko, kann að skora, það vantar ekki. Steinar kemur hérna inn á, leggur hann á Bjarka, Bjarka vantar aðstoð, finnur Óla Val. Óli út á Hall, menn á teignum, hann finnur Ísak. Ísak setur í fyrirgjöfina á fjarstöngina, hreinningi skalla frá og Logi kemur þessu fram á Birki. Jasper aftur á Birki, Viktor eldir. Mark frá Þrótturum mundi virka sem köld vaskusa á Skagamenn. Þeir eru hræddir Ísak. Ísak með slaka sendingu. Garðar brýtur hérna á Birki. Staðan ennþá 2-0 í Hafnarfirði. Já, síðan hefur Viktor líka alveg hæðina á styrkinn og... Já, einmitt. Það er í feikilega góðu formi. En við munum kemur hárbolti, Emil Atlason. Viktor reynsar þetta frá en boltinn er ennþá inn á Logi, inn á teiginn. Garðar Bergmann skallar þetta frá. Svo kemur hárbolti beint í fangið á Árna. Árni sé með langan bolta hérna, Bjarki Steinn á hlaupinu. Bjarki Steinn, er hann að sleppa í gegn hérna? Nei, frábærlega gert þarna, var það Baldur Hannes var rétt náðu að vera á undan honum hérna. Staðan enn 2-0, Haukar HK. Það gæti orðið erfið biðin eftir að þessar 6 mínútur eftir að leik lýkur hér. Plús uppbótartími. Við veitum svo sem ekki hver hann verður. Bjarki á undan í boltan hérna og innkast sem að Skagamenn eiga. Þetta vildi Hörður fá boltan fyrr. Hörður á Óla, aftur á Hörð. Hörður alveg tilbaka á Árna Snæ.
Árni út til hægri, finnur Steinar, ekki brotið á honum, ekki dæmt allavega. Jú, dæmir hérna fyrir rest. Skæin hefur ekki mikið verið að vinna efstur liðin. Töpum mútið Þrótti í fyrirumfyrinni og jafntefli hérna eins staðan núna. Háká 2 jafntefli, Víkingur tap og jafntefli. Þetta er leiðilegt. Það er ungi maðurinn sem að tekur honum var að treysta þessu. Þetta er inn í áttina af markinu og Arnar, þetta er of hátt hreinlega. Arnar grípur þetta 90 mínútur að verða komnar á klukkuna. Spurning hversu miklu er bætt við. Arnór, já, hennan skallabolta vann hann. Emil tekur annan boltan. Þetta er ekki búið, jú, Arnór kemur þessu fram. En Oliver Stefánsson er að gera þessu tilbúin. Hann á að fá hérna einhverja 3 mínútur eða svo. Arnar spyrnir frá markinu. Viktor finnur Garðar stingur upp í hornið, Steinar eldir en það gerir Logi líka, skýlir þessu aftur fyrir og þá kemur skiptingin væntanlega. Oliver fyrir Garðar Bergmann. Já, Garðar Bergmann Gunnlaugsson. Eins og ég kom inn á áðan þá var hérna það var 20 ára aldersmunur á yngsta og elsta leikmanni Skagans. Garðar Bergmann fæddur 83 og Ísak Bergmann Jóhannesson fæddur 2003 en það er strákur fæddur 2002 sem kemur inn á sem er líka í þriðaflokki. Það er 2 strákar á þriðaflokksaldri sem er inn á núna. Viktor gríðarlega sterkur hérna gnæfði hann yfir nafna sinn. Arnór skallar þetta út til hægri, Steinar hirðir hann upp. Það er nú stíð vel inn í hann hérna og ekki sáttur. Ég skil þá skipta Þróttarar. Ég skil Steinar þarna að vera svektur út af þarna var inn á kemur Páll Olgeir Þorstensson nr. 24 í staðinn fyrir leikmann nr. 20 Loga Tómasson. Óbreytt staða í Hafnarfirði þar sem að 5 mínútur eftir venjulegum leiktíma. Hér erum við í uppbóta tíma. Já. Við komum til með að þurfa að bíða eftir staðfestingun en meðan að hákámenn klóra sig ekki inn í leikinn. Oliver kemur bara hérna í fremstu víglínu. Einar hreinsar þetta, Ísak heiðir hann upp. Oliver spilaði Hafsend í síðasta leik hjá öðrum flokki. Óli Valur aftur á Viktor skiptir hérna síðan yfir á Bjarkastein. Já, þetta er fín skipting. Bjarki út á Oliver sem að hittir hann illa. Oliver, sonur Stebba Þórðar og Magnu. Já. Hann er ekki rand að sækja fótboltahæfileikana. Bæði góðsagnir í fótboltanum á Akranesi. Já, mikið rétt. Ég væri alveg til í bara 3 flaut fljótlega. Gróf tækling hérna en það er hagnaðurinn. Ísak er með boltan, reynir að finna Oliver. Þetta var ekki nóg gott. En þetta var hressileg tækling hérna. Já, guð spjall líklega á loft þegar leikurinn stöðvast. Mjög líklega. En ég vissum að þjálfarar í að hefðu viljað fá bara aukaspyrnuna þarna, drepa nokkrar sekundur. Það held ég líka sérstaklega úr hittunum við. Hallur skýlir þessu bara aftur fyrir. Já, fínt. Já, þá kemur gulaspjaldið. Það er á Rafn Andra Haraldsson. 3 mínútur komna fram yfir. Það er komið rautt spjald í Hafnarfirðinum á Hauka. Þeir eru einum færri. Já, þeir eru ekki að bjarga okkur. Það er ekkert að auðvelda þetta. Nei, þeir ætla ekki að gera það. En það er ekki til að hjálpa til. Ég held að ég býði með að fara niður. Hér er flauta til leiksloka. Já, ég er flauta til leiksloka eins og staðan er núna. Nú hefst biðin. Eins og staðan er núna. Þá er alla líkur á því að við höfum unnið deildina en það er ennþá nokkrum mínútur eftir á Ásvöllum. En leikurinn hér, hann fór 1-1 og Skagamenn sem brutu ísinn. Garðar Bergmann kom Skaganum yfir á
Já, hvaða mínútu? Það var á 54. mínútu, Jesper van der Heijden jafnaði á 65. mínútu. Mjög fallegu marki. Ég ætla að fara að svona koma mig niður á völl og verð þar sem eftir er útsendingar. Já, ég fylgist með gangi mála hér í HK og hvort það sé mikið örugglega. Og við ætlum ekki að ljúka þessari útsendingu fyrir en byggjarinn kom á loft ef hann fer á loft. Akkurat, og Ingimar, myndatökumaður, fylgist með mér og sér þegar ég kem einhverjum í viðtöl. Já, ágætis endir á tímabilinu í að þótt að það hefði nú alltaf verið skemmtilegra að sigra Þrótt hérna, klára tímabili á sigri. En það var ekki úr núna. 1-1 í jafntefli staðarinn. Og eins og ég sagði þá er aðeins 1 mínúta eða hvað það er komin uppbótartími á Ásvöllum. Haukar einum færri og á móti HK en eru að vinna 2-0. Það getur þó allt gerst. Það var Elton Barros sem skoraði fyrir á mark Hauka og það síðara Birgir Magnús Birgisson en Elton hefur átt viðburðaríkan leik út af að hann fekk síðan rautt spjald og Öddi komið niður á völl og er að reyna að ná einhverjum hér í viðtal. En já, Skagamenn eru þá, ef þetta fyrir svona, þá eru að tryggja sér fyrsta sæti á markatölu. Þeir eru með einu marki meira en HK í þeirri tölfræði, en síðan er það þannig að þó svo að HK myndi skora 1 þá væri Skagamenn með fleiri skoruð mörk. Þannig að HK þarf alltaf að skora 2 mörk á þessum örfáu mínútum í uppbótartíma. Hér er Öddi komið Jókala í viðtal og ég sendi Nei, hann býður aðeins með það. Jú, ég ætla að senda boltan yfir til Ödda. Já, Björn Þór, og við ætlum ég var að tala við Jókala, hann vil endilega bíða þangað til að úrslitin eru ljós í Hafnarfirðinum, þannig að ég bíð bara spenntur hérna og þið fylgist með. Já, eins og þú segir, þá eru örfáar mínútur. Það búið að vera viðburðaríkur dagur hér á Akranesi í fótboltanum. Kári líka á hann æsispennandi leik við Vestra, þar sem Vestri var í inkassosæti þegar kortið var eftir, en því miður mistu þeir það vegna þess að Afturelding komst yfir á móti Hetti og komst þar að leiðandi upp deild ásamt Gróttu og Höttur fór niður deild. Magnamenn eiga væntanlega úrslit þessar umferðar í inkassodeildinni, heldur sér upp á ævintýralegan hátt eftir að hafa aldrei gefist upp það sem hafið tímabili. Það var erfitt að sækja Magnamenn heim, þeir voru ansi öflugir á heimavelli. Þetta er ekki nema eitthvað 150 manna bæjarfélag eða svo, en við erum bara að bíða hér eftir úrslitum úr leik Hauka og HK. Staðan 2-0 ennþá og það eru uppbótartími, það getur ekki verið langur tími eftir. Skagamenn hópast yfir símanum á miðjum vellinum og bíða þess að fá staðfestingu að leik sé lokið og áhorfendur eru ekki að fara neitt. Þeir eru ætla að sjá sína menn taka á móti bikarnum, sem ég ætla nú bara að ganga svo langt að segja að sé komið. En það er samt sem áður ekki búið að flauta til leiksloka á Ásvöllum. En ég býst við því að Jói Galli komi í viðtal fyrstur til Ödda. Síðan finnst mér líklegt að Garðar Gunnlaugsson komi. En einhver ætlaði að bæta við þarna á Ásvöllum. Viktor! Hvað sagði þú í gær við mig? Hvað sagði þú við mig í gær? Ég sagði við þig.
þetta var alltaf markmið hjá Jóa Kalla að vinna deildina, ekki bara komast upp. Hann sagði það margoft og honum virðist hafa tekist það. Já, þetta var ánægilegu endir að henda þetta á byggar. Og við bíðum bara enn og bíðum. Það er alveg örugglega liðna 3-4 mínútur uppbótartíma, jafnvel 5 ásvöllum. Já, Björn Dóri, ég ætti nú kannski að fá að koma hérna inn með bara lýsa stemmingur hérna á vellinu. Það má svoleiðis heyra saumnál detta, menn eru allir liggjandi yfir í að fylgjast með hvernig fer í Hafnarfirðinum. Það er virkilega gaman að fylgjast með strákunum. Hérna bíða allir gríðarlega spenntir og það hlýtur að fara að styttast í þessu. Ég er búinn að tala, ég ætla að fá Jóa Kalla í viðtal, ég hitti Ísak Bergmann og ég ætla að tala við Garðar Bergmann þegar að þetta verður allt saman komið á hreint. Já, takk fyrir það Öddi, og ég ætla bara svona að segja hverjir stóðu á útsendingu hér í dag. Það var, ég lýsti leik bæði Kára og Ía, Björn Þór Björnsson, og með mér á myndavalinu í báðum leikjunum var Ingimar Elvar, og síðan var Öddi sem stjórnaði útsendingu hér og lýsti með mér skagaleiknum. Þetta er búið langur laugadagur hjá okkur. Ég er búinn að vera hér í 4 klukkutíma, eru allir komin hundleiða á mér, en þetta fer að ljúka, en það er samt ennþá uppbótartími Ásvöllum. Ég átta mikið á því hvað er langur tími liðin þar. Það hefur verið heljarinn að töf, kannski hefur verið einhver æsingur í kringum þetta rauðarspjald eða eitthvað. Átta mikið á því. Þetta er búið að vera löng bið. Og hér syngja stundismenn að þeir hafa finnið Pepsi bragð, en hann svolítið kannski síðan gerði það. 2 þriðjaflokksstrákar sem spila hana leik sem fyrsta leik fyrir Skagan. Það er rosalega gaman að sjá það að menn sé að skila sér upp, efnilegi leikmenn Ísak Bergmann og Ólafur Stefánsson sem eru halda síðan út núna í vikunni til Danmörku, fara til Norðsjælland held ég á reynslu þar bara eftir helgi eða svo, og eru öflugir leikmenn og hafa ættir til. Ísak Bergmann, sonur Jóa Kalla, og Ólafur Stefán, sonur Magni og Stefán Þórðarssonar, sem voru bæði öflugir knattspyrnumenn. Elías Ingi, dómari Hauka og Háka, virðist ætla að halda þessum leik til eilíðar nóns. Þetta er ótrúlegur uppbótartími sem er í gangi. En það komið rautt spjald á Háká. Árni Arnarsson fekk rautt spjald á 90. mínútu hjá Háká. Þetta er búið! Skagamenn unnu deildina, leik er lokið í Haukar Háká. Skagamenn vinna á markatölu deildina, rétt eins og við unnum á markatölu annarflokks með Íslandsmeistaratitilinn. Þetta fellir svolítið með okkur þetta tímabil, en það búið ókvæðlega gaman að fylgja öllum skagaliðunum þetta árið. Forréttindi eiginlega bara. En þá er komið að því að þetta nú að leyfa þeim bara. Þeir fagnar stuðningsmenn og skagamenn. Það mun held ég Arnar stjórna
Nú ágreiningur hvar á að fagna. Ákveða að vera stúku megin. Þannig að tölur meira fólk hinum megin samt. Fleira fólk meina ég. Og það Arnar Már að fara að stjórna smá. Jæja, ég kominn búinn að veiða Jóhannes Karl hérna í viðtal innilega til hamingju Jói. Þetta var erfitt í dag og kannski biðin eftirleik erfiðari. Já, í sjálfu sér, en við vorum búin að gera alveg mikið meira nóg til að tryggja okkur sigur í þessu leik, fannst mér. Sköpum okkur fullt af færum. Fyrri hálfleikurinn gekk að öllu leyti upp hjá okkur og við höfum bara átt að skora fleiri mörk, en biðin svona eftir leik, já, það var erfið því að auðvitað langaði okkur að vinna þessa deild. Við vorum búin að stefna því alveg frá því í haust að við ætluðum að vinna deildina og þó að það hefur verið jafntefli hérna heima allir í dag, við töpum ekki leikinn í allt sumar og það líka grunnurinn á þessu. Það kannski gömul klissa að segja þetta sé gott stig. Þetta samt stigi sem tryggði okkur sigurinn í deildinni í ár sem frábært. Eins og leikurinn spilaðist að þá var hvers konar stund var það að senda þessa ungu og efnilegu stráka inn á í þessa baráttu þar sem við vissum hvað var mikið í húfi upp á hvort að bikarinn kæmi heim eða ekki? Það eiginlega mjög auðvelt að svara því að þessi strákar sem að komu hérna inn á í dag ásamt bara öllum strákunum sem hafa verið í öðrum flokknum og tekið þátt í Káraverkefninu og Skallagrímsverkefninu. Þetta eru allt strákar sem eru með rétt hugafar og það það sem skiptir máli og það það sem skiptir okkur sem félag langmestu máli, að strákarnir eru með hugafar til þess að leggja sér fram, vinna fyrir hvern annan og það var engin breyting á því þó að þessi ungi strákar að koma inn í liðið. Þeir eru með hugafari rétt og þeir eru tilbúin að berjast fyrir hvern annan. Þeir eru að sýnda í allt sumar í öðrum flokknum líka sérstaklega og skila þeim Íslandsmeistaratitli. Þannig að við vorum ekkert stressaði með að senda það inn á þó þessi ungir. Við vissum að þeir myndu skila alltaf síni fyrir liðið fyrst og fremst og svo er þetta líka góði fótboltamenn. Nú tekur náttúrulega við þetta off-season. Munum við sjá svipað lið í Pepsi-deildinni ári? Já, ég kom náttúrulega inn á hérna áðan að hugafarið og samheldnin, vinnusemin, liðseildin. Það er þetta sem við höfum og það er þetta sem við ætlum að byggja og það er þetta sem við ætlum að efla. Við æfum vel og menn eru tilbúin að leggja sér fram. Við sýndu það í vetur að þeir eru allir tilbúinir að æfa hörku vel allan veturinn. Við ætlum að byggja ofan á það líka, við ætlum að spýta í lófana þar því að við vitum að það verður erfitt næsta ár fyrir okkur, næsta tímabil í Pepsi-deildinni. En þessi völlur sem við stöndum á hérna hefur í gegnum tíðina verið algjört vígi. Við höfum verið rosalega öflugir heima að sækja og það er eitthvað sem við ætlum að byggja á líka. Við ætlum að vera grjótari hérna leið og fyrsti leikur í Pepsi-deildinni og ætlum að vera vel undirbúnir, vel þjálfaðir og með hugafarið í lagi til þess að á enginn að koma á Skagann og fá stig. Takk hérlega fyrir spjallið og innilega til hamingju aftur. Takk fyrir. Takk. Ég ætla að reyna að finna Ísak Bergmann og Garðar Bergmann hérna eftir smástund. Já, þetta var áhugavert viðtal. Ánægður að heyra að Jói, hann ætlar bara að halda sama striki á næsta ári. Hér hefur allt gengið mjög vel varðandi Kára og Skallagrím og annan flokkinn og það er frekar bjart yfir framtíðinni hér á Skaganum. Þá eftir vill eigi nú einhverjir leikmenn eftir að bætast við hópinn í haust, býst ég við, ef við förum í Pepsi-deildina. En það var rétt hjá það sem Jói sagði að hugafarið hjá ungu leikmennum hér er mjög gott. Og Öddi er þarna að ná í það er nú myndataka
Þannig að við þurfum aðeins að bíða eftir Garðari. Nú fyrir svona að líða seinni hluta ferils Garðars og hann spilaði ekki mikið þetta season. Þetta meiðslum og held ég fleiru, þannig að maður veit ekki hvort að hann spilir með Skaganum í Pepsi-deildinni ári og vantarlega fáum við að vita það hér eftir skamma stund. En hér er bikarafhendingin að eiga sér stað. Það er Árni Snær fyrirliði sem tekur mót honum. Hér Óma World Champions með Queen. Og þá er Öddi að fá Garðar Bergmann er á leiðinni til mín hérna. Já, Garðar, til hamingju með sigurinn í deildinni. Þú skoraði nú markið sem skipti miklu máli í dag. Já, það var ljúft að skora þetta. Hversu mikilvægt er það fyrir IA að fara og vera aftur komið í Pepsi-deild, svona fljótt aftur? Það er gríðarlega mikilvægt, bara líka fyrir deildin held ég, fyrir Pepsi-deildina. Þetta er klúbbur sem heimaður. Við erum með grasrótinni hérna, það sést áragnum í sumar í öðru flokk og Kára og svo náttúrulega fer Bíli í öðru flokk og kemur Skallagrímur upp í deild líka sko. Þannig ég held að framtíðin sé bara björt hérna sko. Þetta hefur nú verið erfitt tímabil fyrir þig persónulega. Hversu gott var það fyrir þig að ná að klára tímabilið með að spila leik og skora mark? Gríðarlega mikilvægt. Það er náttúrulega í júní þá sleit ég aftan í læri og var frá í einhverja 7 vikur og svo náttúrulega kom ég upp inn og bara skora þannig að það var erfitt að komast að. Þannig að ég tel mig að nýtt tækifæri í þetta. Erum við að fara að sjá Garðar Bergmann spila á næsta ári í gullutreyjunni? Já, nú eftir allavega, þannig að það er bara undir mér og klúbbnum komið hvort við náum saman. Vonum það besta. Já. Takk hérlega fyrir. Takk. Ísak Bergmann ætlaði að koma til mig hérna líka. Ætla að sjá hvort ég nægi skottið á honum. Já, það var ákveðlega ánægilegt að heyra það að Garðar er hvergi nærri hættur ef hann fær tækifæri og þá býst ég nú ekki við öðru en að Garðar verði með Skaganum hann næsta ári í Pepsi-deildinni og vonandi heill því hann er gríðarlega mikilvægur leikmaður og góður. Þannig að það var ákveðlega gott að heyra. Það er einhvað eftir á tanknum þótt hann sé orðinn 35 ára gamall. Þannig að þá, ég veit ekki hvernig, ég held að er hann út á samningi, samningurinn klárist í lok árs en það verður vonandi bara. Og hér er Öddi komið Ísak í viðtal. Þá er ég komin hérna með Ísak Bergmann, yngsta leikmann í sögunni til að spila fyrir IA. Hversu ánægður ertu með daginn? Þetta er bara geggjað.
geggjaður bónus bara að fá að koma inn á eftir að staða sig bara vel í annan flokknum og bara gaman. Já, þetta sumar er alltaf búið að vera í rauninni frábært fyrir fótboltan á Skaganum og það er ekki síst einmitt annar flokkurinn sem er að svona svolítið að drífa það áfram, bæði með Kára og með Skallagrimi. Er svona mikil uppsveifla í boltanum á Akranesi? Það er bara því að menn leggja hart að sér, það er ekkert flóknar en það, maður þarf bara að hafa dugnað, aga og allt þetta praktíska, segi ég sko, og það er náttúrulega líka að hafa hæfileika en þegar maður er með þjálfara sem bara eru hverjum einasta degi að berja mann áfram í þessu, þá uppsker maður á endanum. Hvernig var tilfinningin að þegar það var kallað á því áðan og maðurinn, aðstoðarþjálfarinn var sá sem átti metið á undan hvernig var þér svona innanbrjóst þegar kallið kom? Maður fer bara eiginlega í blackout sko, maður var bara náttúrulega að hugsa að koma inn á og gera eitthvað fyrir liðið sko, en náttúrulega Siggi búinn að vera að fylgja með síðan ég var í bara fjórðaflokki bara síðan hann kom heim sko, þannig að bara fyrirmynd og bara geggja að hann skuli hafa gefið manni leik með pappa náttúrulega. Er það rétt sem ég heyra að þú sért á förum til Danmerkur á næstunni? Já, það er reynsla með Ólafur Fránunda sem kom líka inn á, þannig að það er bara gaman. Gangi ykkur vel með það og takk hérlega fyrir spjalli. Takk. Þá held ég að þessum marathon útsendingum okkar í dag sé að ljúka knattspyrnu sumarið á Akranesi. Það er bara nokkurn veginn á endarunnið. Mögulega eigum við eftir að sýna eitt leik með B-liði annars flokks. Ef þeir kildu komast í úrslitin þá ætlum við að reyna eins og við getum að senda út þann leik. Frábært stig sem að skilaði sér í bikar á loft á Akranesi, þannig á það að vera. Bara fyrir hönd okkar á IA-TV þá vil ég þakka ykkur fyrir samfylgdina í dag og í allt sumar í fótboltanum og svo bíðum við bara spennt eftir fótboltasumrinu 2019. Örn Arnarsson heiti ég. Með mér í lýsingu í þessum leik var Björn Þór Björnsson, Ingimar Elvar Ágústsson var á myndavélinni. Þökkum kærlega fyrir okkur og minnum á enn og aftur að við eigum bara eitt líf. Takk kærlega fyrir.